Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdals héraðs settan. Það 315. fundur bæjarstjórnar og hann haldinn í fjarfundi. Fyrir fundinum liggja 7 dagskrármál til afgreiðslu og við göngum til fyrsta þeirra. Það fundargerð bæjarráðs af 513. fundi ráðs. Í 9 liðum og við tökum hér 1 lið út til umfjöllunar. Og það umsagnarbeiðni, það liður 1.9 sem umsagnarbeiðni frumvarp til laga samvinnuverkefni vegaframkvæmdir. Og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og fagnar framkomnu frumvarpi sem til þess fallið að flýta nauðsynlegum samgönguframkvæmdum og leggur áherslu á það að frumvarpið verði samþykkt sem fyrst, svo hægt verði að vinna áfram að framgangi þeirra. Ekki fleira tekið í þessari fundargerð og hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Það undir lið 2, ekki númer 2 annars, sem fjallar undirbúningsstjórnina. Mig langaði aðeins að spyrja þá sem að hér eru sem að sitja í þeirri stjórn eða bæjarstjóra, hvenær menn gerir ráð fyrir því að geta kynnt þessa fyrirhuguðu dagsetningu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Það að segja almenningi. Maður að fá mjög mikið spurningar þetta og ég var svona bara að velta því fyrir mér hvenær menn gerðu ráð fyrir að þetta yrði opinberað. Ég veit ekki hvort þessar fundargerðir undirbúningsstjórnarinnar eru birtar einhvers staðar en ég hélt ekki. Og Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að vilja taka til máls hér undir þessum fyrsta lið. Björn Ingimarsson bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, það forseti góðir fundarmenn. Það vegna fyrirspurnar Bjargar Björnsdóttur bæjarstjórnarfulltrúa, ég ræktist aðeins fyrir mér. Það varðandi dagsetninguna, hvernig hún verður kynnt, ég á von á því á fundi undirbúningsstjórnar í gær var málið áfram til afgreiðslu og þetta hafi verið tekin í rauninni formlega afstaða til dagsetningar þar sem þá send til ráðherra eða semst tillagan þá send til ráðherra til afgreiðslu. Ég á von á því að fréttatilkynning þetta fari út öðru hvoru megin helgar og frekar von á það verði fyrir helgi að þetta fari. Það mun þá birtast þetta einhverjum punktar inn á heimasíðu SVF Austurland og ég hvet fólk til að fylgjast með þar. Þangað rata líka eiga rata fundargerðir undirbúningsstjórnar og eins fundargerðir starfshópa. En þetta verður tilkynnt, hver okkar tillaga, hver tillaga undirbúningsstjórnar verður tilkynnt í fréttatilkynningu væntanlega fyrir helgi. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls hér undir þessum lið? Og ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Fyrirgefðu, Anna Alexandersdóttir, þú búin að biðja orðið. Já, forseti og góða fundarmenn, bara rétt
að staðfesta það. Ég fór inn á heimasíðu og þar eru komnir fyrstu 5 fundir undirbúningsstjórnar, fundagerðir, fyrstu 5 fundana, sem síðan þá 9. mars, en það var fundur í gær sem á eftir að staðfesta fundagerð og þar af leiðandi er hún ekki komin inn. En hinna fundagerðirnar eru inni. Það var svo sem ekki meira. Og Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gefa þessu aðeins meiri tíma núna. Svo. En ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskránni og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða. Það er aðeins liður 1.9 sem er þá til afgreiðslu. Og það er tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti gengur út frá því að hún geti skoðast samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef því er ekki mótmælt. Er einhver sem mótmælir því? Nei, þá færist það þannig til bókar. Þá höfum við lokið umfjöllunum með þennan fyrsta dagskrárlið. Ég langar til að biðja einhvern liprari tæknimann ég að kanna lobbyið, hvort það geti verið að þar bíði einhver fundar maður útilokaður. Fyrirgefðu forseti, má ég spyrja hver er Karl sem er á fundinum? Það er Karl nokkur Láritsson varabæðarfulltrúi. Er hann fyrir... Berglindi Hörpu Svavarsdóttur. Já, Berglindi, já, auðvitað. Berglindi er ekki, já. En Gunnhildi vantar henn. Já. Svo þess vegna bara upplýst, ég var að fá skilaboð frá henni þar sem hún baði að fá að komast inn, en ég sé ekki neitt. Ég hugsa að við þurfum að gera hér stutt fundarhlé. Segir nú rétt á dagsetningu. Já. Liðir teknir sérstaklega út til umfjöllunar. Og það er þá fyrst liður 2.7 sem er Borgarfjarðarvegur, Eiðar-Laufás. En inn á fund bæjarráðs 11. maí þá komu Jakob Sigurðsson, oddviti Borgarfjarðarhrepps og Sveinn Sveinsson frá Vegagerðinni. Þar á fundinu kom meðal annars fram að Vegagerðin stefnir að því að haga undirbúningi þannig að hægt verði að bjóða út framkvæmdir í síðasta lagi apríl-maí á næsta ári, sem sagt 21. Einnig kom fram að framkvæmda áætlun verksins hefur legið fyrir nokkra hríð og ekki hefur verið gerð athugasemd við hana af hálfu yfirvalda. Sömuleiðis er ljóst að úr sérstöku flýtifjármagni á þessu ári eru veitt 30 milljónum í hönnun þessa vegar. En svo er gert ráð fyrir fjármagni til framkvæmda á árunum 21 og 22.
og þá á að vera búið að ljúka uppbyggingu þessara vegar eða Laufás. Og eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn ítrekar nauðsyn þess að þessi framkvæmd hafi eðlilegan framgang og flýtifjármagnið svokallaða nýtist til þess. Þá eru bæjarstjórn og Vegagerðin sammála að halda áfram reglubundnum samskiptum verkefnið. Það liður 2.10 sem umsagnarbeiðni frumvarp til laga svæðisbundna flutningsjöfnun og að þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og leggur þunga áherslu á að löggjöfin tryggi jafnt eldsneytisverð land allt, hvort sem að ræða eldsneyti og bifreiðar, flugvélar innanlands eða í millilandaflugi eða önnur farartæki. Sveitarfélagið hefur árabil vakið athygli stjórnvalda á þessum ójöfnuði sem hefur margvísleg áhrif á starfsemi á svæðinu og stendur henni jafnvel fyrir þrifum. Úr því verður að bæta. Og það liður 2.12 sem einnig umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á lögum uppbyggingu og rekstur fráveitna. Og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs vísar til umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga málið og leggur ríka áherslu á að stuðningi ríkisins við fráveituframkvæmdir sveitarfélaga verði komið á og sérstaklega verði endurgreiðsla virðisaukaskatts af slíkum framkvæmdum skoðuð. Ekki fleira í þessari fundargerð og hún hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Já, Anna Alexandersdóttir hefur þá lokið máli sínu og þar með orðið laust undir þessum öðrum dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum, þarna kom nú inn, afsakið þetta, Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, það örstutt langar mig að koma inn á lið 2.7 og 2.12. Aðeins varðandi lið 2.7, þannig kemur fram að það séu aðeins 30 milljónir í flýtifjármagni til undirbúnings þessa vegarkafla frá Eiðum út í Laufás. Gott og vel, þá skulum við, og síðan framhaldið þarna að gert ráð fyrir fjármagni til framkvæmda á árunum 21 og 22. Ef hann skjátlast ekki, þá þetta náttúrulega háð fjárveitingum sem myndi þá fylgja samgöngu áætlun, vega áætlun. Og ég mig langar að hnykkja á því við þetta tækifæri að það fyllsta ástæða til þess að fylgja þessu eftir og við þurfum að vera á vaktinni áfram. Því að við höfum svo sem bitra reynslu hér í þessum sveitarfélagi og á Austurlandi af því að svona hefur komið upp og síðan skortir á þegar að á að fara fjármagna framkvæmdirnar. Ég ekki að segja að það gerist þarna, en bara að ítrekka það að við þurfum að standa vörð það því að það eitt að fara í að undirbúa þessa framkvæmd núna sem hefur staðið til í 10 ár. Og svo hitt að framkvæmana og það það sem að skiptir okkur máli að sjálfsagði og árétta það að við skulum fylgjast með hvernig þessari vegaáætlun og fjármögnun reiðir af í Alþingi. Nú bara rétt örstutt 2.12 þá þetta náttúrulega stór hagsmunamál fyrir okkur og það kemur svo sem fram í þessari tillögu og það margbúið að álykta þetta. Samorka líka að vinna að þessu fyrir veitufyrirtækin og ef að þessar miklu framkvæmdir sem að þarf allt land til þess að koma fráveitumálum
sveitarfélaga í skikkanlegt horf, þá myndi nú svona hlutir eins og niðurfelling á virðisaukaskatti eða þá beinu styrkir sem að mér sýnist að þingið sé að velkjast með hvort það eigi að gera, þá skiptir þetta öllu hvort að þessar framkvæmdir ná fram að ganga. Og við erum, ég hef sagt þetta áður, en ég held að sjálftilega endurtaka það, við Íslendingar og erum að presentera, eða auglýsa landið sem hreint og fagurt land og viljum selja náttúruna, náttúru landsins til ferðamanna og byggja upp ferðamannaina og það nú ærin þörf á því núna eftir það hrun sem þar hefur orðið og þá þetta einn liður í því að við séum með okkar frárennslismál í lagi og þá ég að tala á landsvísu og ég ætla bara rétt að vona að þetta mál fái framgang á Alþingi. Fleira var það ekki akkurat núna. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu en ég hef óskað eftir að fá að taka til máls og bið þá varaforseta að taka við. Já, Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls og mælendaskrá opin ef þið viljið skrá ykkur þarna á chatið. Gjörðu svo vel, Stefán Bogi. Takk. Og forseti ágætt að funda fólk. Aðeins vildi ég taka til máls hér undir liðum 2.7 og svo 2.10. Vegna liður 2.7 þá ætlaði ég nú aðeins að taka undir það sem að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi kom inn á hér áðan að það auðvitað nauðsynlegt að fylgja málum sem þessum eftir alla leið og tryggja það að þau orð sem að sögðu eru að þau endi með verkum. Ég hef fundað núna nýverið bæði með samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og fulltrúum í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og við höfum fundað svo sem með fulltrúum Vegagerðar líka og þessi mynd að skýrast nokkuð gott hvernig þessir aðilar sjá þetta fyrir sér en auðvitað þessu ekki lokið fyrir en Alþingi hefur samþykkt sína áætlun. En þetta svona tiltölulega flókið samspil auðvitað innspýtingar inn í hagkerfi sem á að standa yfir í meir en 1 ár. Það hefur svona aðeins borið á því að menn hafa litið svo á að flýti fjármagni sé það fjármagn sem áætlað inn á árið 2020 og það vissulega það sem í hendi núna en hugmyndirnar fjárfestinga innspýtingu ríkisins þær taka til fleiri ára og þannig hefur Vegagerðin sett þetta upp og áætlanir Vegagerðarinnar eru mjög skýrar þetta. Þetta ekki eina verkefni sem að svona háttar til. Það víðum land það þannig að það eru peningar settir í hönnun og undirbúning 2020 síðan eigi að fara í framkvæmdirnar á árunum sem koma á eftir. Og þetta bara gríðarlega mikilvægt að þingheimur allur standið að baki þessu. Þetta mikilvægt, þjóðhagslega mikilvægt og þetta mjög mikilvægt fyrir samfélögin þar sem að þessar framkvæmdir eiga að fara fram. Og þannig að við fylgjum þessu áfram en ég skynjaði ekki annað heldur en góðan hug og vilja til þess að vinna þetta svona að hönnun þessa vegluta Eiðar Laufás ljúki á þessu ári og hann verði tilbúinn til útboðs næsta vor og verði síðan framkvæmdur á 2 árum eftir það. Og aðeins varðandi lið 2.10, það varðandi frumvarp svæðisbundna flutningsjöfnun. Þarna verið að leggja til að svokallaði flutningsjöfnunarsjóður olíuvara verði lagður niður en í staðinn verði farið í gegnum byggðastofnun með jöfnun á flutningskostnaði vegna eldsneytis og það í sjálfu sér kannski ekki nema gott það að segja en því miður að þá það svo í þessu frumvarpi þá bólar ekkert á því að lagfæra stöðuna hvað varðar flugvélaeldsneyti sem við höfum kallað hér eftir ítrekkað og svo sem kemur fram í þessari tillögu hér að við viljum íta á og við svona kannski notum þetta tækifæri að benda á þetta. Í greinargerð með þessu frumvarpi vísa í það að það eigi að vera í ferli innan ráðuneytis og það auðvitað bara okkar verkefni núna að íta á eftir því og ég veit það sömuleiðis, ég hef átt samtöl við framkvæmdastjóra Austurbrúar þetta mál og það verið að vinna mjög gagngert af því að íta á eftir því að flutningsjöfnun verði komið á flugvélaeldsneyti sömuleiðis.
En það leysist ekki með þessu frumvarpi, en það að gera að halda því mál á lofti og vonandi kemur að því að við sjáum það vegna þess að þetta mikið hagsmuna og réttlætismál í rauninni fyrir þessa millilandaflugvelli sem eru fjær Keflavík, en þetta hefur sáralítil ef einhver áhrif í rauninni á rekstrarumhverfi á Keflavíkurflugvelli. Þannig að þarna þarf bara að taka til hendinni og klára. Fleira var það ekki. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur nú aftur við stjórn fundarins. Mældaskráin enn opin hér í örstutt og stund í viðbót ef einhver vill taka til máls. En ef að svo ekki að þá lokum við henni og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Og það þá fyrst liður 2.7, Borgarfjarðarvegur Eiðar-Laufás. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti gengur út frá því að það megi skoða hana samþykkta án atkvæðagreiðslu eða því ekki mótmælt, einhver sem mótmælir því. Svo ekki og þá bókað svo. Næst það liður 2.10 sem umsagnarbeiðni frumvarp til laga svæðisbundna flutningsjöfnun. Tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan og forseti gengur út frá því að það megi skoða hana samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu, einhver sem mótmælir því. Svo ekki og bókað þannig. Og síðust þá liður 2.12 sem umsagnarbeiðni frumvarp til laga breyting og lögum uppbygging og rekstur fráveitna. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti gengur út frá því að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt, einhver sem mótmælir því. Svo ekki og bókað svo. Forseti vekur athygli á því að undir lið 2.9 gert ráð fyrir því að bóka sé afgreiðsla bæjarráðs undir þeim lýsi staðfest, en ef ekki koma fram athugasemdir við það, þá höfum við lokið við að fara yfir þennan annan dagskrárlið og göngum þá til hins þriðja sem fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar og ég bið varaforstum að taka við stjórn fundarins. Já, það þriðji liður, 132. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar. Og það Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Nú forseti og ágæta fundafólk. Það liður, það fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar af 132. fundi nefndarinnar. Fundargerðin nú í litlum 23 liðum. Fundurinn var haldinn á 2 dögum, svo það komi nú fram. Og af þessum 23 liðum að þá 8, 9, 10, 11, 12, 13 teknir út, þannig að hefst þá lesturinn eins og það stendur. Og fyrst verður fyrir, það liður 3.1, fellagirðing tillaga vinnuhóps, en þarna kemur fram tillaga fyrirkomulagi vegna kostnaðarskiptingar á viðhaldi svonefndra fellagirðingar. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn kostnaðarskiptingu á viðhaldi fellagirðingar árið 2020 eins og hún liggur fyrir. Kostnaður verði tekin á áætlun fjallskil 1321. Þarna háttar svo til að þarna girðing sem var girð í samvinnu nokkur aðila og hafði komið upp ágreiningur kostnaðarskiptingu vegna viðhalds. Aðilum að safna saman og Fljótsdalshérað kom semst að þeim viðræðum og skipað var vinnuhópur sem skilaði síðan tillögu kostnaðarskiptingu og niðurstaðan svo að viðhalda girðingu á þessu svæði sem í raun svona til jafns skógræktargirðing, veggirðing og í rauninni girðing sem að hlífir þéttbýlinn í Fellabæ við ágangi sauðfjár. Þó ekki fyllilega við ágangi hreindýra ef markar má myndir sem ég sá í dag, en það annar mál. En þetta semst tillagan og hún gengur út á það að skógræktin, vegagerðin og Fljótsdalshérað skipti með sér kostnaði við þetta og tillagan svo að það verði samþykkt vegna ársins 2020. Nú liður 3.3 hjólabraut, en erindi barst í viðtalstíma í samfélagsmiðjunni í vetur varðandi að gerð verði hjólabraut á svæði sem afmarkast af lóðum í Ranavaði, Eyvindará og Hreinsivirki fráveitu. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd liggur útfærð hugmynd að hjólabraut á umræddu svæði. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórnar heimilt verði að leggja braut tímabundið til 1 árs. Verkefni verði útfært með aðstoð frá vinnuskóla
og leita skal við að endurnýta efni í verkefnið. Komið til framkvæmda af hálfu sveitarfélags eða stofnana þess á þessu svæði skal brautin víkja á meðan á framkvæmdir stendur. Og liður 3.5, það breyting á aðalskipulagi vegna Fjarðarheiðargangna. Fyrir liggur að breyta þurfi aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs vegna breytingar á legu Fjarðarheiðargangna. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn skipulags- og byggingarfulltrúa að hefja vinnu við breytingu á aðalskipulagi og í því ferli verði bornir saman 3 kostir í vegalagningu sem í vinnu starfshópsins hafa verið nefndir Farartálsbrautarleið, Suðurleið og Norðurleið. Gögn úr umhverfismatinu sem og umferðarmati sem vegagerðin mun einnig láta fara fram verði nýtt til að taka endanlega afstöðu til legu vegarins í aðalskipulagsferlinu. Þetta í samræmi við það sem var samþykkt hér á síðasta fundi bæjarstjórnar. Það eru komnir ráðgjafar að þessu verkefni og í rauninni það sem á sér stað núna í aðdraganda, þetta í rauninni hluti af ferli sem lögbundið við aðalskipulag sem nefnist umhverfismat áætlana og þá þarf að bera saman kosti þannig að þetta fellur ákveðlega vel að því ferli og það má sjá fyrir sér að þetta taki kannski einhverja mánuði þessi hluti ferlisins og þegar að upplýsingar hafa verið teknar saman þá getur menn svona tala sér þá niður á einn valkost og unnið aðalskipulagið áfram og á sama tíma komið þá inn í rauninni umhverfismat framkvæmdarinnar sem slíkt sem þá unnið á hálfu vegagerðarinnar. Þannig að þetta er rauninni fyrsta skrefið þarna og vonandi að þetta gangi greiðlega fyrir sig og ég heyri ekki annað heldur en að ráðgjafar sveitarfélagsins telji að svo geti orðið. Nú næst ber okkur niður á leið 3.10. Staðfestur lóðauppdráttur af lóðum Hitaveitu Egilsstaða og Fella en fyrir liggur til að breyting á lóðauppdrætti lóðar Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Þarna er átt við lóð sem það sem við köllum við Herðishúsið. En eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar felur bæjarstjórn skipulags- og byggingarfulltrúa að ganga frá breytingu á lóðastærð í samræmi við framlögð gögn. Og liður 3.12, leiksvæði bak við blokkirnar í Hamragerði 3.5 og 7 en tekið fyrir erindi frá Betra Fljótsdalshéraði þar sem óskað er eftir gerð leiksvæðis við Hamragerði 3.5 og 7. Eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og þakkar erindið. Þar sem nú þegar er komið leiksvæði í Bláargerði og áform eru sparkvöll við fjölbýlishús í Hamragerði er ekki talin þörf á öðrum leikvelli innan hverfis að svo stöddu. Athygli íbúa er vakin á að þeim er frjálst að koma upp leiktækjum innan lóða fjölbýlishúsana í samráði við viðkomandi húsfélög. Þetta það sem er kannski helst að segja við þetta, ég fagna því nú að Betra Fljótsdalshéraði eins og við höfum svo sem séð að það skilar af sér tillögum hér inn, þó að í þessu tilfelli sé ekki tekið undir þetta en það er þannig að þarna er leiksvæði sem er reyndar aðeins fjær þessum húsum í Hamragerði en þó er góður göngustígur sem liggur að þeim leikvelli og þarna er hugað að frekari uppbyggingu. Þannig að það er ekki brugðist við en það er sjálfur sér jákvætt að tillögur séu farnar að skila sér nokkuð reglulega inn í gegnum þennan vettvang sömuleiðis í gegnum samfélagsmiðlana eins og við heyrðum áðan. Og liður 3.13, þar er umsókn námuleyfi Tjarnarlandi en fyrir liggur umsókn frá landeigendum Tjarnarlands og Stórasteinsvaðs framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn umrædda efnistöku og felur skipulags- og byggingarfulltrúa og útgáfu framkvæmdaleyfis fyrir henni. Og liður 3.14, það er fyrirspurn skipulag Fjósakafli 4 en grenndarkynning fyrir bílskúra Fjósakafli 4 hefur farið fram og er án athugasemda. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn grenndarkynninguna og felur skipulags- og byggingarfulltrúa og útgáfu byggingarleyfis. Liður 3.15, Brávöllur 3, umsóknir byggingaráform og byggingarleyfi. Grenndarkynning fyrir bílskúra og viðbyggingu að Brávöllum 3 hefur farið fram og er án athugasemda. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn grenndarkynninguna og felur skipulags- og byggingarfulltrúa og útgáfu byggingarleyfis. Og liður 3.16, Eyvindará 2 deiliskipulag. Breytingartillaga deiliskipulagi fyrir Eyvindará 2 deiliskipulagið. Deiliskipulagið hefur verið í vinnslu langan tíma og tafist vegna ýmissa ástæðna og er fyrir málsmeðferð fallin úr gildi. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að deiliskipulagi verði auglýst að nýju í samræmi við 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er auðvitað miður að við séum að lenda í því og þetta er ekki eina dæmið að við náum ekki að klára mál innan tilskilinna fresta þannig að við þurfum að hefja þau aftur
en ég hygg að bæjarfulltrúar og þekki það nú að þarna voru ýmsir þættir sem voru umdeildir og ýmislegt sem að tafði þetta ferli og vonandi bara lánast okkur betur í þetta sinn að vinna málið þannig að við stöndum eftir með þá fullgert skipulag eftir þetta ferli. Og liður 3.17, brennistaður 1, umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi. Grenndarkynning fyrir hús að brennistöðum 1 hefur farið fram og án athugasemda. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn grenndarkynninguna og felur skipulags- og byggingarfulltrúa og útgáfu byggingarleyfis. Nú liður 3.19, umsókn um skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá og landi Stóra Steinsvaðs. Umhverfis- og framkvæmdanefnd hefur borist svar frá stofnun Árna Magnússonar vegna umsóknar stofnun landeigna úr Stóra Steinsvaði sem lagt til að fái heitið Uglumói. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn umsóknina og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna umrædda landeign, jafnframt gefur bæjarstjórn jákvæða umsókn landskiptin. Og þetta það að segja, ég hef nú, já, það er ekki aðrir staðir sem ég hef oftar séð uglu heldur en þarna í nágrenni við þetta, þannig að þetta sennilega bara vel viðeigandi. Liður 22, það breyting á lóðum miðast 26 og 47 sameining, en fyrirspurn frá lóðar höfum miðast 26 og 47. Þetta hljómar svolítið eins og sé verið að sameina 20 lóðir sem maður segir miðast 26 til 47 en þarna liggja saman lóðirnar 26 og 47 og það spurt hvort hægt sé að sameina þeir. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að gerð verði breyting á deiliskipulagi og umræddar lóðir verði sameinaðar. Lagt til að mál fái málsmeðferð í samræmi við 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og að síðustu að liður 3.23 deiliskipulag Grundar á Efra-Jökuldal. Umhverfis- og framkvæmdanefnd hefur fengið erindi frá skipulagsstofnun þar sem farið yfir þau gögn sem borist hafa vegna skipulags Grundar. Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykki breytingar á tillögu eftir auglýsingu, enda ekki talið að grundvallarbreytingar sé að ræða. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn breytingarnar eins og kemur fram í 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þarna það að ræða að við yfirferð skipulagsstofnunar þá kom í ljós svona ákveðið innra ósamræmi í gögnunum sem hefur nú hugsanlega með það að gera þau tóku nokkrum breytingum á vinnslutíma og það hefði ekki lánast alveg að skýra þessi gögn sem fóru í gegn hjá okkur og engin aðili máls sá þetta á þeim tíma en skipulagsstofnun fór vel yfir þetta og lagði til að þessu yrði breytt og jafnframt að það þyrfti ekki að fara í gegnum neitt stærra ferli heldur en svo að bæjarstjórn gæti einfaldlega leiðrétt skipulagið í þessa átt. Þannig að það sem lagt til að verði gert hér og þetta það sem þarf til þess að hægt verði að staðfesta skipulagið og þá með að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir gerð þeirra stíga og palla og annað sem fyrirhugað í sumar ágrund. Nú fundargerðin að öðru leyti hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Já, Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið yfirferð sinni yfir efni þessarar fundargerðar og mælendaskrá opin. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, og nú ætlum ég ekki að gleyma ávarpa forseta og ágætu bæjarfulltrúna sem ég gleymdi örugglega áðan. Mér langaði bara örstutt að koma hérna inn á lið 3 og taka undir það með forseta. Mér finnst mjög ánægjulegt þegar við erum að fá svona erindi inn bæði frá Betra Fljótsdalshéraði eða frá samfélagsmiðjunni eða ekki eitt líka sem heitir umbótagangan. Mér finnst það bara sýna að íbúum þykir vænt bæinn sinn og vilja sjá hann sem bestan. Og ég vil líka fagna því þegar við eins og við erum að gera núna samþykkjum verkefni eins og þessa hjólabraut þó að við séum algjörlega meðvituð það að þarna sé mögulega ekki neina framtíðar staðsetningar ræða heldur verið að reyna að koma til móts við áhuga fólk í þessu tilfelli hjólreiðar eftir svona brautum, er þetta ekki svona þrautabraut hálfgerð
og ég held að það sé mjög jákvætt að við reynum að styðja við eins og við getum þegar við fáum svona frumkvæði frá íbúum. Og við sáum það til dæmis í vetur hvernig skautasvelli sem var til niður við samfélagsmiðluna varð alveg gríðarlega vinsælt af íbúum og var náttúrulega algjörlega unnið af frumkvæði íbúa. Þannig ég fagna þess bæði því að við séum fá þessi erindi frá íbúum og að við getum látið þetta rætast. Takk. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Kristjana Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Mér langaði aðeins þetta upp frá því sama og Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi á 3.3, sem sagt hjólabrautina, því að hún byrjaði þarna og minntist einmitt á skautasvellið, en mér fannst það einmitt alveg snilld að sjá bæði þetta með hjólabrautina og svo ef við erum að tala skautasvellið, því að það einmitt kemur síðar á þessum fundi fram að það sem talað framtíð fyrir skautasvellið, að þetta eitthvað sem einmitt íbúar þessa sveitarfélags hafa lagt fram sem ég fagna mjög og tek undir það sem Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi sagði, að þarna erum við að fá virkilega inn sem sagt, hvernig get ég orðað þetta, sem sagt fólkið með okkur. Það sýnir bara áhuga fólksins okkar á sveitarfélaginu og hvernig við getum byggt það upp. Það þarf ekki alltaf að koma allt frá okkur sem bæjarstjórn, heldur frá samfélaginu í heild. Takk fyrir. Kristjana Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Vill forseti taka við stjórnfundar? Spurning hvort að bæjarfulltrúi Stefán Bogi sé þarna. Hann allavega svolítið frosinn ef hann þarna á myndina að dæma. Já, það frosið. Orðið allavega enn laust efni þessara fundagerðar. En annars legg ég til að við tökum smá fundarlega þangað til Stefán Bogi komin aftur inn á fundinn. Í samband. Þetta var býst harkalegt, mér var sett hent algjörlega út af Teams og það bara lokaðist. Suður í Reykjavík, það kannski einhver kannski Dagur B hafi ákveðið að stríða okkur eitthvað.
lítur að stjórna internetinu hér. Heyrði, en já, er það ekki rétt að halda áfram? Við vorum bara, ég datt út undir máli Kristjánu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa og voru fleiri sem voru búin að kveða sér hljóðs. Stefán, það voru ekki fleiri búin að kveða sér hljóðs. Sérðu ekki tjættið það? Þetta er eitthvað, ég er í vandræðum hérna aðeins, en ef að við bara lítum svo á, við getum þá lokað mælendaskránni og gengið til afgreiðslu, þá höldum við áfram. Það er svo. Nú er ég er mjög óöruggur með það að þetta er allt í einhverju skralli hérna. Ég held að ég þurfi að loka mig út aftur. Ég verið að biðja bara varaforseta að stjórna afgreiðslu undir þessum lið á meðan ég reyna að finna aðeins út úr þessum tæknimálum hérna. Það er ekki máli, en spurningu kannski fundarhlé bara örstutt á meðan. Já, það má kannski taka fundarhlé. Ég þarf aðeins að kíkja á þetta betur. Sjá. Tímer? Já. Já, flott. Þá held ég við höldum áfram og höldum til ákveðinna liða. Það er fyrst liður 3.1. Sem er ferðagirðing til að vinnuhóps. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Og forseti lítur svo á það með ég skoða hann að samþykkta samhljóða á atkvæðagreiðslu nema því sé mótmælt, er einhver sem mótmæli því. Það er mjög gott að kalla eftir mótmælum ef ég er bara, síðan bara einn í heiminum, þannig að ég heyri ekkert í neinum hvort þið er, en já, við færum þetta þannig til bókar. Liður 3.3, hjólabraut. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti lítur svo á að hann megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt, er einhver sem mótmæli því. Og svo er ekki, þannig að það er bókað þannig. Og liður 3.5, það er breyting á aðalskipulagi vegna Fjarðarheiðarganga. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti lítur svo á að hann megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu því er ekki mótmælt. Svo heyrist mér ekki vera, þannig að við höldum áfram en bókum þetta þannig. Næst er þá liður 3.10 sem er staðfestur lóðuppdráttur á lóðum Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Tillagan er borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan og forseti telur að hann megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu, er einhver sem mótmæli því. Svo er ekki og bóka þannig. Liður 3.12, leiksvæði bak við blokkirnar í Hamragerði. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti lítur svo á að hann megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt. Svo er ekki og er bókað svo. Liður 3.13, það er umsókn námuleyfi Tjarnarlandi. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Og forseti telur að hann megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu því er ekki mótmælt. Mótmæli því einhver. Svo er ekki og þá er það bókað svo. Liður 3.14,
Það fyrirspurn skipulag fjósakafli 4. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og þeir sem að fyrirgefiði, forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu. En ef einhver mótmælir því þá má gera það núna. Svo ekki og því bókað þannig. Liður 3.15, það brávellir 3 umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt áðan og forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu ef því ekki mótmælt. Það mótmælir því enginn og bókað þannig. Og liður 3.16, það eyvindar á 2 deiliskipulag. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu ef því ekki mótmælt nú. Því ekki mótmælt og því bókað svo. Þá að liður 3.17, brennistaður 1, umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu ef engin mótmælir því nú. Það ekki og það þá bókað þannig. Og liður 3.19, það umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá og tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu ef því ekki mótmælt. Það kom ekki fram mótmæli við því, þannig að það bókað þannig. Og liður 3.22, það breyting á lóðum miðals 26 og 47 sameining. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu nema einhver mótmæli því nú. Svo ekki og það bókað þannig. Og síðust þá liður 3.23, deiliskipulag Grundar og Efra Jökuldal. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu nema einhver mótmæli því nú. Það ekki mótmæli við því og bókað þannig. Og við höfum þá lokið við að fara yfir þessu fundagerð. Ég vek þá athygli bæjarfulltrúa á því að undir lið 3.2 gert ráð fyrir því að afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar sé staðfest. En ef ekki mótmæli við því þá getum við nú farið úr 3. lið og farið yfir í þann 4. En 4. dagskrárliður fundagerð atvinnu- og menningarnefndar Fljótsdalshéraðs. Það 104. fundur og það Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti, góða fundamenn. Ég ætla að kynna hér fundagerð atvinnu- og menningarnefndar, 104. fund. 104. fund. Fundagerðin í 10 liðum og það 4 liðir teknir út. Það fyrsti 4.1, það hátíðarhöld og dagskrá 17. júní og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra ásamt starfsmanni og fimleikadeild hattar að skoða útfærslu í samráði við aðgerðarstjórn almannavarna. Síðan það liður 4.2, tjaldsvæði á Egilsstöðum á tímum COVID-19. Fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá tölvupóstur frá Austurfjörð, dagsettur 7. maí 2020. þar sem óskað eftir því að Austurfjörður fái afnot af svæðinu innan við skattstofuna og syðsta hluta gamla tjaldsvæðisins þar fyrir vestan. Þetta vegna þeirra takmarkana fjölda gesta og nálægðarmörk sem sett hafa verið vegna COVID-19. Einnig óskað eftir því að sveitarfélagið aðstoði við að koma fyrir bráðabirgða hreinlætisaðstöðu og rafmagni á þessu svæði. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og jákvæð fyrir því að Austurfjörður verði veitt afnot af umræddu svæði fyrir tjaldsvæði í sumar ef á þarf að halda. Starfsmanni nefndarinnar falið að taka saman yfirlit yfir umfang framkvæmdarinnar og mögulegan kostnað við hana og leggja fyrir nefndina. Og síðan liður 4.4, umsókn styrk úr atvinnumálasjóði. Fyrir liggur styrkumsókn frá Skúla Birni Gunnarssyni fyrir hönd þjónustusamfélagsins á Héraði og upphéraðsklasans.
vegna gerðar ferðaþjónustu tengds ratleiks sem meðal annars verður hægt að nota í snjalltækjum. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn að verkefni verði styrkt 350.000 sem tekið verði af lið 13.8.1. Svo að lokum er að liður 4.8. Atvinnuverkefni. Fyrir liggur erindi frá Benedikt Warren með tillögum mál til umræðu möguleg verkefni á héraði 2020 vegna COVID-19. Málið var á dagskrá nefndarinnar 20. apríl 2020. Fyrir liggja gögn þau verkefni og það hugmyndir sem nú þegar er verið að vinna að til að bregðast við atvinnuástandinu þessar myndir, ekki síst meðal ungs fólks. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram, bæjarstjórn samþykkir að ábendingum atvinnu- og menningarnefndar verði komið á framfæri við undirbúningsstjórn að sameiningu sveitarfélaganna 4. Mig langar aðeins, ég farið í þessa liði, þá langar mig aðeins með lið 4.1 áður en ég hætti, að ég vil bara fagna því að sú staða sé komin upp að það verði mögulega hægt að vera með einhver hátíðahöld á 17. júní því að þegar nefndin kom saman þá var ekki eiginlega útlit fyrir það og þá var svona rætt meira það að efna til einhverja hátíðahalda síðar á árinu en þannig ég vil bara fagna því að svo staða sé komin upp jafnvel að það verði hægt að halda upp á okkar þjóðhátíðardag. En annað var ekki og fundargerðin bara lögð fram til umræðu og svo afgreiðslu. Takk fyrir. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust undir þessum 4. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er fyrst liður 4.1 hátíðahöldin og dagskrána 17. júní. Ég tek nú undir það með bæjarfulltrúa Gunnhildi Ingvarsdóttir mér finnst ánægju efni og það ánægjulega fréttir ef við erum að skoða það að vera með kannski einhverja nýstárlegar útfærslur að því að halda upp á þjóðhátíðardaginn en stefnum samt að því að gera það og satt best að segja hef ég eiginlega varla geta lokað augunum fyrir spenningi. Mér finnst þetta svo spennandi verkefni að útfæra þetta og af því að ég er ekki sérlega tengd inn í fimleikadeildina en ég veit til dæmis að bæjarfulltrúi Anna Alexandersdóttir hefur þar góðar tengingar. Þá langar mig til þess að benda á að eitt sem að maður sá gerast, bæði í Reykjavík en líka víða heim, það var að það voru íbúar til dæmis við tilteknar götur tók að sér að vera með svona skemmtiatriði bara á tröppunum heima hjá sér. Það mætti mögulega skipuleggja einhverja svona göngu sem var hægt að labba bæinn og á milli gatna í hverfum og fylgjast með ólíkum skemmtiatriðum við heimahús. Og svo finnst mér náttúrulega alveg ógurlega spennandi að reyna að ímynda sér göngu þar sem að væri 2 metrar á milli allra sem tækju þátt og ég velti því fyrir mig hvort við gætum til dæmis ekki teygt okkur á milli Egilsstaða og Fellabæjar með því að hafa 2 metra á milli. Mér finnst þetta alveg hreint óstjórnlega spennandi verkefni og eða í skinninu eftir ég að lesa hvað fimleikadeildin leggur til. Hitt sem ég langaði aðeins til að koma inn á það er eiginlega 4.8. Það er að segja atvinnuverkefni, mögulega atvinnuverkefni á héraði og ég hygg að ein af þessum hugmyndum Benedikts Warren fjalli grænmetisframleiðslu á héraði og það tengist nú í sjálfu sér að einhverju leyti lið 4.10 líka en ég er mjög spennt fyrir því að sveitarfélagið leggi sín lóð á þær vogarskálar að skoða af alvöru hvernig við getum komið upp hér
já, hér talað garðyrkjusamfélag eða bara grænmetisframleiðslu. Ég held að þetta svæði henti ákaflega vel fyrir slíka framleiðslu. Við vitum það er ákveðin vandi varðandi raforkuna, en mér finnst einhvern veginn vera kannski tækifæri núna til þess að skoða þetta af mikill alvöru, því að þetta snertir á svo mörgu, bæði atvinnuskapandi, snýst sjálfbærni í matvælaframleiðslu og svo ótrúmargt fleira. Þannig að ég held að undirbúningsstjórnin góða, hún ætti að skoða þetta af mikill alvöru, hvort að fljótsdalshéraði sé ekki mjög hentugt fyrir svona starfsemi. Meira var það nú ekki. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Anna Alexandersdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundamenn. Varðandi lið 4-1. Og viljum bara taka undir sem bæjarfulltrúar Gunnhildur og Björg hafa rætt með það fagnaðarefni að við séum að fara að vinna því að fagna 7. júní í einhverju formi. Og ég vil bara hvetja bæjarfulltrúa að hafa samband við fimleikadeildina og koma með ábendingar en mann hafa góðar hugmyndir, mjög spennandi hugmyndir sem Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi kemur með og ég get nú alveg komið á framfæri, en svo bara líka að ef að þeir sem þennan fund sitja og hlusta hafa ábendingar að hafa bara samband við forsvarsmenn fimleikadeildarinnar eða við sveitarfélagið með hugmyndir, því að klárlega getum við gert margt skemmtilegt þó að við þurfum að huga að fjarlægðarmörkum og fara varlega og þarf að hafa öðruvísi. Væntanlega verður eitthvað svolítið annað form á. En bara verður gaman að sjá hvernig útfærsla verður á þessu. Ekki fleira frá mér. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundargestir. Það örstutt 4-1 og svo 4-10. Ég tek undir þeim sem að tala hér varðandi 4-1. Ég fagna þessu að það verði haldið upp á daginn innan merkisdag. Ég vona að menn finni lausnir og aðferðir til að vera með kökuna. Ég verð ansi svikinn ef kaka verður ekki í boði, þannig að menn verður að leysa það verkefni. Það nú mikilvægt verkefni við þennan dag, mínum að tíð, þannig að kakan verður að vera. En 4-10, ég bara tek undir orð sem að bæjarfulltrúi Björg Björnsdóttir fór með áðan varðandi gróðurhúsabyggðir og það garðyrkjusamfélag. Til þetta ákaflega spennandi og vænlega kost fyrir okkar sveitarfélag að byggja upp matvælaframleiðslu á Valdeyrastöðum. Það hefur oft verið rætt að aðstæðan ætti að vera til staðar og menn hafa að tala raforku. Ég bara minna á það að Landsnet fullyrti að fyrir ríflega 2 árum að það nægt framboði af rafmagni á þessu svæði eftir 2 ár og það það vel núna. Þannig að við þurfum að bara ýta á eftir því. Þannig að við getum hafið þarna mikla allavega talsverða framleiðslu á grænmeti og verið sjálfbær og stunda einhverja nýsköpun. Þá tekum við í ansi mörg box sem kallað eftir þessa dagana. Takk fyrir. Og Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Ég hef beðið orðið, þannig að ég bið varaforsta að taka við. Já, næstur á mælendaskrá Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta fundafólk. Ég ætla aðeins að bæta í sarpinn í umræðu undir lið 4-10 og taka undir það að það er full ástæða til þess að halda á lofti hugmyndum uppbyggingu á grænmetisrækt í einhverju mynd eða ræktur og starfsemi í einhverju mynd á svæðinu við Valgerðarstaði. Þetta svo sem verið mál sem að hefur alloft verið í umræðunni en ekki komist á vinnslustig má segja, þó þetta hefur verið kannað svona
og reifað í viðræðum, meðal annars manni eftir því að það var vakin athygli í Íslandsstofu á þessu svæði ef að uppkæmi þar einhverjir aðilar sem væru áhugasamir um fjárfestingu. Það hefur verið talað um að hefja þarna deiliskipulagsvinnu og það auðvitað held ég þarft og kannski þetta mál sem að tilefni, eða þetta erindi sem að tilefni þessa máls 410 að það svona ýtir svolítið við því að verði farið í það að skoða deiliskipulagsmálin á svæðinu. Varðandi raforkuna, það er alveg ljóst að einmitt það mun batna raforkubúskapur hér á svæðinu með tilkomu Kröflulínu 3 þegar hún verður komin upp og það er rauninni það sem við kannski horfum til. Það er líka og hefur verið hreyft í tengslu við hugmyndir þarna. Þetta eru virkjanakostir sömuleiðis sem að gætu jafnvel komið til hreinlega til að þjónusta slíkt svæði ef að það er áhugi á uppbyggingu í stórum stíl þá eru ákveðnir möguleikar á því. Þannig að þetta verður alltaf skoðast auðvitað í heildarsamhengi bæði þá heitt vatn og raforka sem að þarf í þessa framleiðslu. En þetta er spennandi og á fundi stjórnar SSA sem að framfór í gær þá var nú verið að fara yfir vinnu sem að hefur verið á vettvangi SSA og Austurbrúar varðandi mitt efnahagsaðgerðir og ýmis svona mál sem upp hafa komið í tengslu við COVID-19 og það var verið að lista upp svona þá sprota sem að við ættum að hafa í huga varðandi það og þar kom fram og var nefnt og sett upp sem sagt þessi hugmynd aukna ræktun á þessu svæði. Þannig að þetta er sömuleiðis á borði á okkar sameiginlegu vettvangi hér á Austurlandi. Þannig að ég vildi upplýsa um það. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið að taka til máls. Já, forseti og aðrir fundamenn. Það er 410 uppbyggingu gróðurhúsabyggðar og eins og hefur komið hérna fram fyrr, þessi umræða hefur verið í gangi og allt svoleiðis en ekkert hefur verið að gerast en það hefur nú bara einhvern veginn sprottið upp núna út frá COVID ástandinu, þá hefur mikilvæg sjálfbærni einhvern veginn komið upp og það er mikla spurningar af hverju við getum ekki ræktað okkar eigin grænmeti og þá einmitt kemur þetta upp með Valgerðarstaði og þetta við höfum þetta í hendi okkar. Þetta er bara spurning að reyna að koma þessu í framkvæmd og já. Þannig að bæði, ég held að við, bara samfélag í heild, við höfum öll áhuga á þessu og ef ekki bara öll heildin, þá er allan einstaklingar sem hafa áhuga á að rækta og við eigum að geta þetta. Við eigum ekki að þurfa að fá grænmeti að sunnan. Við eigum að geta fengið bara okkar eigið kál og allt svoleiðis hérna. Við höfum allt til þess. Okkur vantar bara þess að fínpúsa þetta. Þannig að, já, takk fyrir. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Gunnar. Það vantar upp á hljóðið. Já, fyrirgefðu. Forseti góðir fundamenn. Örstuttum undir lið 4, 8 og 10. Bara að fagna þeirri umræðu sem hefur farið hér fram þetta. Og það er nú einhvern veginn þannig að áföll sem dynja virðast vekja þjóðina alltaf til umhugsunar hvað hægt sé að gera og aukna sjálfbærni eins og hér margoft búið nefna og slíkt. En 2008 var þjóðin fyrir talsverðu áfalli og sem var bara kreppan, það var nú efnahagshrunið 2008, en þetta gleymist alveg ótrúlega fljótt. Þegar að COVID kom upp núna, þá voru allir búin að gleyma því. Það gerðist þegar að Geir Haarde bað Guð að blessa Ísland,
þá linkti ekki símanum til Bændasamtaka Íslands vegna þess að þjóðin hringdi þar inn til að spyrja hvort væri til matvæli í landinu. Mér sýnist nú umræðan undanfarið, alveg fram að COVID og ekki síst undir lokin, vera þannig að menn vera algjörlega búin að gleyma því. Að þá lögðust jafnt verslunin sem stjórnmálamenn á það öllum árum að flytja sem mestinn. En það gott, ég ætla að vona við þurfum ekki samt eilíðar áföll til þess að minna okkur á að gera eitthvað hérna heima fyrir. En aðeins varðandi Valgerðarstaði og annað, og það alveg rétt sem hér hefur komið fram að raforka ætti að vera næg í landinu til þess að framleiða grænmeti og annan jarðagróður. Og kannski nú akkúrat tækifæri núna til þess að fara yfir það með ráðamönnum og þessum fyrirtækjum sem framleiða orkuna. Og já, ekki síst kannski ríkisvaldinu og annað slíkt. Hvað menn vilja með þetta í raun og veru að taka á þessu. Það er búið að tala um þetta en það gerist ekki neitt eins og hér áður komið fram hjá bæjarfulltrúum. Við vorum með stóra gróðrarstöð, barra, þarna til þess að rækta skógaplöntur og þetta var mjög fullkomin og góð stöð til þeirra hluta. Hvernig var staðið að málum þar? Það hrundi allt undan því það var ekki staðið við þá samninga sem áttu að gera í klöndun skóga meðal annars. Og svo þannig að það fyrirtæki fór nú eins og það fór. Og þessi mikla og góða aðstæða sem það var byggð upp á Valgerðarstöðum, sérstaklega til þess að framleiða skógaplöntur og lagði niður starfsemir. Þetta kannski leiðindaþurft en það er hérna kannski ástæða fyrir því að mér enn og aftur ítreka það. Mér finnst menn muna eftir þess á svona stundum en svo gleymist það mjög fljótt. En aðeins það sem snertir beint lið 4.10 að ég hef líka sagt það stundum að okkur hefur vantað stórkostlega þekkingu hérna á svæði til þess að framkvæma svona ræktun, bæði þekkingu og venjur. Það er engin hefð fyrir þessu. Og þess vegna, ég ætla ekki fara dýpra í það, en ég ætla rétt að vona það að þegar að nú komin einstaklingur sem þarna undir lið 10, bæði með ákveðna þekkingu og vilja til þess að komast að stað með þessa ræktun, koma af stað svona ræktun, að þá gerum við það sem við mögulega getum til þess að það nái fram að ganga þannig. Og mér finnst það dálítið strembið að Byggðastofnun skuli hugsanlega ekki geta séð af hluta af þessari lóð undir þessa starfsemi. Hún er mjög stór og ég veit að þeir sem eru með hana í dag, þá er ég að segja að bara Vasabyræktunin ekki að nota hana nema mjög litlu leyti. Og ég sé nú eitthvað hlutverk Byggðastofnunar, þá held ég að það væri nú kannski að styðja við okkur í þessu. Þannig að mér finnst það skjóta skökku við ef að Byggðastofnun ætlar að leggja stein í götu þess sem að vill komast á stað þarna í dag, sem hefur þó þessa þekkingu og vilja. Takk. Og Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og aðri bæjarfulltrúar. Mér langar kannski aðeins bara varðandi, svo það sé nú engin misskilningur, ég sjálfu sér efast ekki það að við eigum raforkuna. Ég held hins vegar ég fari rétt með það að þegar að menn hafa verið í viðræðum og svona verið að skoða þetta með að vera með einhvers konar grænmetisframleiðslu á þessum stað þarna við Valgerðarstaði, að þá hefur Rarik vilja selja raforkuna þangað á dreifbýlisverði en ekki þéttbýlisverði.
og það hefur reynst ansi stór biti fyrir þá sem ætla sér að fara í þetta til að kyngja. Þannig að ég held að það nú fyrir það fyrsta eitthvað sem við þurfum við sem pólitísk kjörnir fulltrúar getum kannski lagst á árar með þeim sem að þarna hafa áhuga á að reyna að leiðrétta. Mér langar líka til þess að nefna það að í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er verkefni eða gert ráð fyrir því að það verði mótuð matvælastefna fyrir Ísland og þar auðvitað markmiðið að vera leiðandi í framleiðslu á heilnæmum landbúnaðarafurðum og einnig að vekja áhuga á matarmenningu okkar með sjálfbærni og gæða leiðarljósi. Og við höfum auðvitað frábært dæmi aðila sem hafa náð bara virkilega góðum árangri akkurat í þessu og það eru bændurnir í Vallanesi, Móður jörð, sem rekur náttúrulega frábæra starfsemi og búin að markaðsetja sig þannig að þeir eru að selja hér allt land og eru sannarlega svo á sínum heima í Vallanesi að vekja áhuga á okkar matarmenningu og hvernig hægt að nota hana. Þannig að mér finnst við hafa einhvern veginn, þó það sé vissulega rétt sem kemur fram í máli Gunnars Jónssonar bæjarfulltrúa, það virðist eins og það þurfi einhver svona utan að komandi stór áföll til þess að við svona áttum okkur á því að það ýmislegt sem við göngum að sem vísum hlut en sem við þurfum kannski að hlúa að og ég tala nú ekki huga nýsköpun í því sambandi. En áfram veginn segi ég bara til atvinnunefndar og ég treysti formanni vel til þess að halda þessu máli lifandi. Björg Björnsdóttir hefur þá lokið máli sínu og Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundarmenn, það aðeins varðandi lið 4.10 og það rétt sem Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi fór inn á áðan að Rarik skilgreinir svæðið Valgerðarstöðum sem dreifbýli og það dreifbýlistaxti á raforkunni þangað. Ég var nú eitthvað að reyna að rifja upp hvenær við sendum inn erindi og mótmæltum þessu eða þess að óskuðum eftir að Rarik tæki upp myndi breyta sinni skilgreiningu og að það sem væri innan þéttbýlis hjá okkur og þetta iðnaðarsvæði sem væri innan að það væri líka bara væri ekki á dreifbýlistaxta en ég var að reyna að rifja upp það var úrskurðað þetta að Rarik gæti haft þetta svo ég man bara ekki hvaða stofnun kannski Björn eða Stefán eða Gunnar sem voru nú þarna þegar við vorum að vinna í þessu. En við sendum inn erindi varðandi þetta til þess og það er bara til þess að reyna að vinna þessu og það er bara að gera svo sem að halda því áfram. Að halda áfram að djöflast í því að þarna verði raforkan bara á því verði sem ekki á dreifbýlistaxta. Þannig að en það er þessi skilgreining og þeim var stætt á þessari og stætt á þessari skilgreiningu samkvæmt í svari sem við fengum á sínum tíma. Ef einhver getur dreifið með að landi að rifja þetta upp, þá var það fínt. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góða fundarmenn. Aðeins bara örstutt þarna kannski lið 4, 9 og 10. Ég tek nú undir með bæjarfulltrúa Gunnar Jónssoni að það nú svo að það akkúrat þegar verða áföll í þjóðfélaginu og þá spretta upp ný tækifæri. En ég held nú að, og það svo rétt hjá honum að menn búin að gleyma fljótt aftur, en ég held að samt sem áður verða alltaf til í svona áföllum fyrirtæki sem að lifa áfram, sem betur fer. Þannig að kannski þetta bara nauðsynlegt fyrir okkur á sömu leyti að fá svona einhver áföll
reglulegu millibili, þó við séum ekki að óska þess. En varðandi raforkuverðið þarna og eftir sem ég hef skilið þá hefur það nú verið viðloðandi held ég með alla svona garðyrkjubændur að þeir eru að greiða ansi hátt raforkuverð. Þeir leiðrétti með að það er ekki rétt með farið og hefur verið held ég lengi talað um það að þeir hafa verið að berjast fyrir því að fá þetta verð lækkað. Og ég verð nú að segja það að ég bind nú kannski bara pínulitlar vonir við það við nýja formann bændasamtakanna því að hann er garðyrkjubóndi sjálfur. Aldrei að vita nema að honum takist að snúa þessu við. Allavega væri það mjög ánægjulegt ef það myndi gerast. En að öðru leyti þá vil ég bara taka undir það að mér finnst þetta svæði vera ákjósanlegt og ég held að sveitarfélagið og nýja sveitarfélagið þurfi að halda því á lofti að þarna verði skipulagðar lóðir fyrir svona starfsemi og það verði hægt að bara hreinlega auglýsa lóðir ef einhver hafa áhuga fyrir. Þannig ég vona bara að nýja sveitarstjórn hún haldi þessu verkefni á lofti. Takk fyrir. Og Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það nú kannski óþarf að kalla eftir því að menn bæti í sarpinn en þó það nú ekki ástæða til að taka niður í umræðu ef einhver vill taka til máls til þessum lið en ef við komum til gerir ekki vart við sig þá held ég að við segjum Ég gerði ég verið að ekki að slá þetta hérna inn hér er nú Björn Ingimarsson bæjarstjóri, biður orði. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og góðu fundamenn, það vegna þessar umræðu varðandi raforkuverðið. Ég var nú að reyna að finna bara svörin þegar í framhaldi að því sem kom fram í máli bæjarfulltrúa hérna áðan. En það er alveg rétt að við höfum gert athugasemd við þetta og það er nú eins og með minni það að það hafi verið samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sem að það sem niðurstaðan kom að þetta væri að orkusala væri þetta heimilt og þarna væri verið að fara að regluverki. Við vorum ekki og höfum ekki verið sammála því því að okkur finnst þessi túlkun vera í rauninni ekki rétt og höfum fært fyrir því rök en við höfum bara ekki fengið fyrir því hljómgrunn. En það sem að við höfum verið að ræða er það að einhver fyrirtæki kæri þetta og við höfum meðal annars rætt það einhvern tímann að það væri skynsamlegt að hitaveitan sem þarna er með starfsemi gerði athugasemdir við þetta og þannig að minnst ekkert ólíklegt að við reynum að fylgja því áfram eftir því að mér finnst þessi niðurstaða sem við höfum fengið og þau viðbrögð í rauninni ekki eðlileg. Það er vel verjanlegt að vera þarna með í rauninni annað raforkuverð heldur en verið að nýta. Og mér finnst að það regluverk sem verið að vísa til og okkar lögmaður hefur verið alveg sammála mér í því að þetta sé bara ekki rétt túlkun. Menn sé að túlka það mjög stíft að verða að túlka heimildar ákvæði sem skyldu. Þannig að þetta er stjórnsýslan í rauninni hefur fallist á þessa túlkun og þannig að, en við, ef ég hef skilið það rétt, við erum ekkert hætt í rauninni okkar baráttu í þessu máli. Takk. Og Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og Gunnar Jónsson hefur beðið orðið bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk, aðeins varðandi þetta með
raforkuverði á svæðinu Valgerðarstöðum og þar í kring á þessu, iðnaðarsvæði okkar, skulum við segja. Þá þetta rétt að þetta á þessum svokallaða dreifbýlistaxta og hefur verið mjög snúið fyrir rekstur þarna. Ég nú að reyna að rifja þetta upp eins og Björn Ingimarsson því að svo var nú búið að koma þessu, en mér nú skapi næst að þetta sé eitthvað dæmi sem að Orkustofnun hefur með að gera. Á meðan það best að ég fullir það ekki, en ég tel svo vera. Það alveg rétt líka sem kom fram í máli bæjarstjóra að þetta var ákveðið sett í hendurnar á hitaveitunni til þess að reyna að fylgja þessu máli eftir. Stjórn hitaveituna setti þetta á sínum tíma í lögfræðing sinn sem að var búinn að vinna í talsvert í þessu máli, en ég verð bara að viðurkenna það, ég get ekki alveg farið með það hér hvar þetta máli stað. Allavega hefur ekki náðst árangur í því, en bara það ágætt að þessi umræða hafi farið fram og það nú fundur núna næsta dag, annan næsta dag í stjórn hitaveitunar og ég held að sé rétt að við rifjum þetta aðeins upp hvar þetta mál statt. En það alveg hárrétt að við ætluðum okkur að vinna í þessu. En aðeins af því að það nú verið að tala um dreifbýlistaxta og þéttbýlistaxta í rafmagni. Þá það kannski alveg kapítuli út af fyrir sig og ég held að við kannski gætum haldið annan fund það. Hvernig óskopunum eiginlega það má vera að það séu tveir taxtar á raforku í landinu. Það ein þjóð í þessu landi. Og við vorum áðan að tala um flutningsjöfnun á eldsneyti. Hvaða réttlæti í því að fólk í dreifbýli þurfa að borga svona miklu hærri raforku? Það hefur enginn getað svarað því. Oft á tíðum þessi raforka með þess að framleitt út í þéttbýlinu. Hún flutt yfir eigur fólks í þéttbýlinu, yfir landmanna þar. En svo eiga þeir að borga miklu hærra verð. Þetta ekki kannski eðlileg framgangur. Og ég held að þetta séu leifar eldgamlum hlutum frá því að Marshall-aðstoðin byggði upp raforkuverið í Soginu. En það nú, við erum kannski komin dálítið út fyrir efnið, en enga síður af því að það verið að tala um það og jafnvel eins og það sé sjálfsagður hlutur, sem mér finnst bara alls ekki, að þá held ég að það væri ærin ástæða fyrir stjórnvöld að skoða það. Þetta margoft verið ályktað um það. Að jafna raforkukostnað meðal íbúa. Nóg það. Þetta vildi ég bara segja inn í þessu umræðu. Takk. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu og Björn Ingimarsson bæjarstjóri hefur beðið málið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðu fundarmenn. Ég bara staðfesta að þetta rétt sem kom fram í máli bæjarstjóra Gunnar Jónssonar að það var Orkustofnun sem úrskurðaði varðandi þetta mál og sem að túlka þetta á þann hátt sem að við höfum ekki í rauninni verið saman. Og Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Það ekki fleiri sem að hafa gefið sig fram á mælendaskrá og ég þá að hugsa að loka henni. Og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða og það fyrst liður 4.1. Hátíðarhöld og dagskrá 17. júní. Tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan og forseti telur hægt að ganga út frá því að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt nú. Svo ekki og því bókað svo. Þá það næst liður 4.2. Og tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti reiknar með því að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu nema einhver mótmæli nú. Því ekki mótmælt og því bókað svo. Þar næst liður 4.4 umsókn styrk úr atvinnumálasjóði. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Og forseti telur að hana megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt einhver sem gerir það.
Svo ekki og bókað þannig og síðustu þá liður 4.8 atvinnuverkefni. Tillagan borin upp eins og lesin og kynnt hér áðan og forseti telur að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu ef því ekki mótmælt. Því ekki mótmælt og það því bókað svo. Og við höfum þá lokið við yfirferð á þessum 4. dagskrárlið og næst það 5. dagskrárliður, það fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs, fundargerð 289. fundarnefndarinnar. Það Karl Láritsson varabæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að lesa hérna 289. fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs og sýnist það að þessi einn liður sem tekin út sérstaklega. Liður 5.6, þróun kennsluhátta í ljósi reynslu frá samfélagslegri stöðu 2020. Nú eftir verið tillaga lögð fram, bæjarstjórn samþykkir að vísa ábendingum og áskorunum fræðslunefndar varðandi máli til undirbúningsstjórnar fyrir sameiningu sveitarfélagana 4. Annað ekki tekið fram sérstaklega í þessari fundargerð og vísa ég henni því og legg hana fram til umræðu og afgreiðslu. Karl Láritsson hefur lokið máli sínum. Orðið laust undir þessum 5. lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, þá... Ég búin að biðja orðið. Alveg þetta lengi að skila sér hérna í gegnum þræðina. Já, þarna kemur við, sko. Þarna kom ég. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Það kannski 2 liðir sem ég langar aðeins til að koma inn á. Sá fyrri liður 5.6. Þróun kennsluhátta í ljósi reynslu frá samfélagslegri stöðu, þar að segja stöðu síðustu mánaða. Á fund fræðslunefndar komu fulltrúar frá skólanum og sögðu okkur frá því hversu gríðarlega mikilvægt það hefði verið að hafa getað nýtt sér tæknina til þess að halda uppi einhvers konar skólastarfi þessar vikur sem að það lá niðri svona hefðbundið skólastarf. Og ef einhver tíman kannski voru til kennarar sem ekki sáu kannski alveg tækifærin í notkun snjalltækja í kennslu, þá held ég að miðað við þau orð sem að fjallu þarna á fræðslunefndarfundi að það sé alveg ljóst að svo ekki lengur. Það eru allir núna orðnir mjög meðvitaðir þá möguleika sem felast í þessu og sjá í raun og veru ekki fyrir sér að það verði einhvern veginn aftur snúið með þetta. Þau eru búin að ganga gegnum heilmikla lærdómskurfu hreinlega á nokkrum vikum í því hvernig hægt að nýta þessi tæki sem best og sem mest þannig að nemendum nýtist þetta sem best í náminu. Og eins og kemur fram í niðurstöðu eða bókum fræðslunefndar þá leggjum við gríðarlega þunga áherslu á það að undirbúningsstjórnin taki þetta til mjög alvarlegrar skoðunar og ég held að það verði eiginlega ekkert undan því vikist að nýtt sveitarfélag skoði þetta af mikilli alvöru og setji þetta jafnvel í einhvers konar forgang hjá sér. Ég held líka að þetta geti haldist í hendur við þá stafrænu þróun sem við erum að vona að verði á þjónustu sveitarfélagsins almennt, að þetta geti átt að ágæta samleið, sé samleið með þessum verkefnum tveimur altså. Hitt sem ég langar til að nefna varðar lið 5.8 sem að það bárust nefndinni 2 bréf, annars vegar frá skólastjóra Fellaskóla og hins vegar frá skólastjóra Tónskólans tónlistarskólans í Fellabæ og það sem bara lýst yfir ákaflega þungum áhyggjum af húsnæðismálum og
og bæði í grunnskólanum og í tónlistarskólanum, sérstaklega eftir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdanefndar sem við fórum yfir á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem er hreinlega lagt til að sú stofa sem nýtist í dag sem samleiksstofa og fyrir kennslu og slagverk í tónlistarskóla Fellabæjar henni verði lokað. Það myndi þýða að það yrði hreinlega að vísa frá ansi mörgum nemendum og það yrði ekki hægt að bjóða eins mörgum að stunda tónlistarnám ef það yrði að loka þessari stofu og kallaði í raun og veru eftir því hvaða lausnir í raun og veru þá umhverfis- og framkvæmdanefnd eða við sveitarfélagi höfum. Ég rifjaði nú upp eins og kemur fram í fundargerð fræðslunefndar að það var skipaður starfshópur sem að fjallaði meðal annars þetta og lagði þar fram mjög ákveðið þá tillögu að það yrði lagt mat á kostnað við það að sem sagt bæta við hæð ofan á 9 deild Fellaskóla. Hún er hönnuð þannig að það er hægt að lyfta þakinu af, setja útveggi og setja þakið á aftur og við kölluðum mjög ákveðið eftir því. Það var tillaga og ég veit að bæjarfulltrúi Hannes Karl Hilmarsson sem sat í þessum starfshópi og Karl Lárutsson bæjarfulltrúi einnig muna þetta með mér, að við lögðum það mjög eindregið til að þetta yrði sem sagt lagt mat á þennan kostnað og ég vil nú hvetja bæjarstjóra til að fylgja því eftir hvar þetta mál nákvæmlega er statt og koma þeim upplýsingum til fræðslunefndar því að það er ljóst að það stefnir í mikinn vanda bara hjá báðum þessum stofnunum ef að verður farið að tilmælum umhverfis- og framkvæmdanefndar og þessari stofu verður lokað og þá er bara alveg mjög óljóst með skólastarf á komandi vetri. Þetta vildi ég nú bara svona vekja athygli bæjarfulltrúanna á. Takk. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Það er liður 5.8 húsnæðismál Fellaskóla og tónlistarskólans í Fellabæ. Ég sit í nefnd í nefndinni umhverfis- og framkvæmdanefnd og við fengum inn það mál það að laga aðeins aðgengi að stofu sem tónlistarskólinn er að nota. Okkar niðurstaða var sú að það sem þetta húsnæði, þessar stofur eru ekki, þær eiga ekki að vera, hvernig getur orðað þetta? Þessar stofur eiga ekki að vera nýttar undir kennslu. Það var ekki reiknað með því. Þannig að við í umhverfisnefndinni við ákváðum það að segja að þessar stofur eiga ekki vera notaðar sem kennslurými og þess vegna viljum við ekki vera að byggja þetta svæði upp sem kennslurými sem auðvitað kemur á þá stöðu að það vantar kennslurými. Hvernig get ég orðað þetta annað en það er húsnæðisskortur. Og ef við viljum ekki hafa börnin okkar í einhverju svona í kennslustofum sem eru ekki löglegar, þá verðum við kannski að grípa til annarra úrræða. Og þetta á eftir að koma upp á fundi hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd. Við höfum eftir að skoða þetta og koma með tillögur vonandi sem leiðir til einhverja lausna. Annað en það að hafa börnin okkar í einhverju húsnæði sem er kannski ekki alveg, sem á ekki að vera. Þannig að, en þetta með það að Björg leggi fram það að kostnaðaráætlun fari fram með að stækka skólann, það er bara gott mál. Takk fyrir. Kristína Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og ég hef óskað eftir að fá að taka til máls, þannig að ég vil biðja varaforsta að taka við stjórn fundarins.
Já, næstur á mælendaskrá er Stefán Bogi Sveinsson og þar á eftir er Hannes Karl Hilmarsson, þannig að Stefán Bogi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætt að funda fólk. Það er aðeins undir lið 5-8 þarna húsnæðismál Fellaskóla og tónlistarskólans í Fellabæ. Ég hef svona kannski, hvað að segja, ég ætla ekki að segja að í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan hafi eitthvað verið fullyrt gagnvart umhverfis- og framkvæmdanefnd. Ég vil svona aðeins skýra kannski þá stöðu eins og ég skil hana, þó að ég sitji nú ekki í nefndinni, að þá hef ég farið yfir þetta mál aðeins á fundum. Það er auðvitað ekki þannig að umhverfis- og framkvæmdanefnd því að ákveða eitt eða neitt hvort að það sé kennt í þessari stofu eða ekki. En umhverfis- og framkvæmdanefnd bendir á þá staðreynd að hún stenst ekki kröfur. Og það er ábyrgðarhluti fyrir stofnanir sveitarfélagsins að nýta húsnæði sem að stenst ekki kröfur sem eru gerðar af hálfu opinbera aðila. Við getum bara ekki leyft okkur það. Þannig að umhverfis- og framkvæmdanefnd í þessu tilfelli er ekki að taka neina ákvörðun að taka eitthvað á notkun. Það er einfaldlega bara verið að segja að þetta er ekki boðlegt kennslurými. Og það verður að vera á ábyrgð þetta, sko, og það er ekki hægt að vísa því tilbaka til umhverfis- og framkvæmdanefndar og segja, já, ef að þið ætlið að taka stofuna á notkun þá þurfið þið að finna lausnina. Það er ekki, þannig virka þessi hlutir ekki. Það er alveg ljóst og ég geri mig grein fyrir því að það er auðvitað vandi sem að fylgja því að geta ekki nýtt þessa fermetrar sem hafa verið nýttir til kennslu en einhvers staðar verður að setja við fótinn bara gagnvart regluverkinu. Við getum ekki farið út í það eins og kom fram hér áðan. Við getum í rauninni ekki boðið upp á það að kenna í rýmum sem að standast ekki kröfur. Þannig að þessa lausn þarf að finna og það náttúrulega eru, sko, ég held að eins og svo oft að þá erum við að horfa upp á mál þar sem er vandi í bráð og lengd. Það sem hefur verið nefnt hérna varðandi viðbyggingu við húsnæði Fellaskóla og það sem að starfshópurinn lagði til að við skoðað. Ég er algjörlega sammála því að það á að skoða það, en það er ekki eitthvað sem menn grípa til og leysa húsnæðisvanda núna til á þessu ári eða næsta ári eða þannasta ári einu sinni. Það er sjálfsagt mál að skoða það eins og við höfum gert gagnvart öðrum stofnunum. Við skoðum framtíðarsýnin og hvað er hægt að gera. En það verður að leysa einhvern veginn öðruvísi þennan bráða húsnæðisvanda og það verkefni á ekki heim á borði umhverfis- og framkvæmdanefndar. Það verkefni verður að koma tillögur það frá viðkomandi skólastofnunum sem síðan er hægt að taka afstöðu til. Ég sé enga aðra leið út úr því. En nefndin er þetta bara boðberi svo sem ekki skemmtilegra tíðinda en ég stend hins vegar algjörlega með þeirri niðurstöðu nefndarinnar að segja sér svo að þetta get ekki gengið. Ekki nema þá að það sé hægt það hefur ekki verið bent á það sé hægt að lagfæra þetta með neinum hætti og meðan að það er ekki hægt þá er ekki hægt að bjóða upp á þetta sem kennslustofu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, ágætt að mynda fólk. Kannski ég bara tek undir það sem Stefán Bogi var að segja varðandi nefndina, ekki kannski endilega hennar ábyrgð að varðandi þetta og ég mun okkar að líka bakka upp bara sem Björg var að segja varðandi starfshópinn. Það er þessi tillaga starfshópsins varðandi þessara viðbyggingu var náttúrulega fyrst og fremst út af því að þetta húsnæði var ekki boðlegt. Það voru allir sammála um það, menn sá ekki einhverja lausn í boði varðandi það húsnæði nema með miklum tilkostnaði og valla á kannski bara ekki gerlegt. Og þess vegna fórum við fram á það í þessari skýrslu þessa hóps að það er metið hvað kostaði að gera þessa viðbyggingu og það er kannski bara spurningin núna, hvar er það mál stað? Nú eru liðnir ansi margir mánuðir síðan að þessi hópur skilaði af sér skýrslu. Hvað hefur gerst síðan? Því að þetta er ekki alveg nýtt vandamál að þessar stofur sé ekki boðlegar. Þannig að ég spyr kannski ef einhver getur svarað því, hvar er málið stað? Og Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Aðalsteinn Ásmundarsson bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundarmenn. Ég ætla að tala um lið hér 5-6 og svo kannski aðeins um 5-8 en samt ekki. Við erum að benda aðeins á ákveðna þversögn í þessu öllu saman. Að
í ljósi þróunar kennsluhátta, þróun kennsluhátta í ljósi reynslu frá samfélagslegri stöðu 2020. Þar eru skólastjórnendur væntanlega að vísa til þess að þeir muni geta kennt meira í fjarkennslu í framtíðinni og nota til þess fjarfundabúnað. Og þversögnin hlýtur að liggja í því þá að til framtíðar væri þá hugsanlega hægt að ímynda sér að það þurfi ekki jafn mikið húsnæði til kennslu. Að hreppurinn þurfi ekki að útvega jafn mikið rými til kennslu. Bara svona smá innlegg í umræðuna, veit ekki. Aðalsteinn Ásmundarson hefur þá lokið máli sínum og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það eru kannski nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá ætla ég svo sem ekki að ásaka umhverfis- og framkvæmdanefnd eitt eða neitt. Hins vegar var bókun þeirra mjög afgerandi. Mér minnir á orðalagi sé bara hreinlega þannig að ég að loka þessum stofum þegar í stað. Og ég tel reyndar ekki rétt hjá forseta að það sé hægt að ætlast til þess af skólastjórnendum að þeir eigi að finna upp rými til að leysa þegar ekkert rými til laust innan skólastofnunar, þá get ég ekki alveg séð hvernig þeir eru að koma með tillögur að því hvernig á að breyta þessu. Varðandi þessar stofur þarna niðri, það eru þarna niðri 2 rými sem hafa verið nýtt eða voru nýtt til skamms tíma undir kennslu. Annars vegar var það rými sem við erum að fjalla hér mest sem hefur verið nýtt fyrir tónlistarskólann og hins vegar var þarna rými sem var nýtt undir smíðakennslu. Það einkum og sérilagi við smíðakennslustofuna sem hafa verið gerðar mjög harðorðar athugasemdir meðal annars frá brunavörnum og heilbrigðiseftirliti, bæði út af eldhættu og ryki. Það búið að færa þá stofu upp í annað og betra rými, þannig að og þar af leiðandi taka úr notkun kennslustofur sem var nýtt undir annað og eykur í raun og veru húsnæðisvandann innan Fellaskóla. Þessar athugasemdir hafa ekki verið gerðar varðandi nýtingu tónskólans á þessu rými sem sannarlega ekki skilgreint kennsluhúsnæði. En hvorki brunavarnirnar hafa lagst jafn eindregið brunavarnir eða heilbrigðiseftirliti hafa lagst jafn eindregið gegn því að þetta sé nýtt fyrir kennslu vegna þess að sú starfsemi sem að tónskólinn með þarna ekki talin vera sérlega hættuleg hvað varðar eld eða heilsu. Hins vegar ágallinn þarna að það bara ein leið inn og út og það erfitt með opnanlegt rými eða semst opnanleg fög. Það sem að umhverfis- og framkvæmdanefnd var að hafna var í raun og veru að það yrði gert við stigann þarna niður sem allur brotinn og svona getur verið erfiður þegar að halt og í raun og veru gengur svo skrefi lengra og segir þá bara að loka þessum kennslurýmum strax. Ég held að við getum líka alveg velt því fyrir okkur hvort að ef við erum að fara að tala um ábyrgð, það búið að vera að nota þessa stofu undir tónlistarkennslu núna í fleiri ár og það hafa bæjarfulltrúar væntanlega haft fulla vitneskju Þannig að það ekki eins og þetta sé eitthvert mál sem að menn að vakna upp við núna að þessar kennslustofur hafi verið nýttar, menn hafa bara horft framhjá því til þessa, sérstaklega hvað varðar tónskólann. Það búið að grípa til ráðstafana varðandi smíðastofuna. Mér finnst líka auðvitað enginn að horfa á þá tillögu að það verði lagt mat á kostnaðinn við það að gera pæta við hæð sem einhverja lausn á bráðavanda. Það alveg ljóst. En hins vegar
sko eins og Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi kom réttilega inn á, það nú ansi margir mánuðir síðan að starfshópurinn skilaði af sér og maður hefði haldið að þessar upplýsingar, þar sé að þetta mat á kostnaði við þetta, ætti að geta legið fyrir. Þannig við séum ekki alltaf einhvern veginn ár eftir ár að fjalla sömu hlutina, það verði engin framþróun einhvern veginn. Mér finnst mjög mikilvægt að við höldum áfram, við stofnum starfshóp, hún var falið að skila tillögum, hann gerði það, hann skilaði og við gáum okkur mjög stuttan tíma. Gunnhildur var líka í þessum hóp, ég að gleyma henni, fyrirgefðu Gunnhildur mín, að við gáum okkur stuttan tíma, við skiluðum tillögum, en það voðalega sorglegt ef það ekki einu sinni farið í það, að skoða hvað tillögurnar fela í sér eða innibera. Varðandi fjarkennslu náttúrulega kannski og orð Aðalsteins Ásmundarssonar bæjarfulltrúa og allir kannski aðeins að leiðrétta misskilning, sko skólastjórnendur voru sannarlega ekki að tala um það að þeir ætla í framtíðin að vera með alla nemendur í fjarkennslu. Ég held að það sé nú ekki sem að menn sjá fyrir sér. Það sem ég var að tala um var notkun snjalltækja. Það er að segja að það er hægt að gera svo ótrúlega margt skemmtilegt með skemmtileg verkefni og nýta snjalltækin svo vel og það sýndi sig bara svo mikið í þessu ástandi. Og svo ef Aðalsteinn hefur verið að hugsa þetta sem lausn til dæmis fyrir samleiksæfingar hjá hljómsveitum, þá held ég að það geti líka verið erfitt bara vegna þess að það er nú stundum svona misgott netið eins og við þekkjum frá þessum fundum og menn væru þá kannski ekki alveg í takt og það geti bara reynst það geti væntanlega bara æft óstöðugan. En þetta er bara mál sem að við berum ábyrgð á. Mér finnst það ekki vera hlutverk skólastjóra að hlaupa út borg og bí og finna hvar þeir geti komið niður sinni starfsemi. Við rekum þessa skóla, við sjáum þeim fyrir húsnæði. Og það er okkar að bregðast við. Þeir eru búin að leggja vandann á borð fyrir framan okkur vegna þess að þeir telja sig ekki lengur geta fundið neinar lausnir. Þannig að ég held að við verðum bara að axla þá ábyrgð. Takk. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn, það er liður 5.8. Ég var nú að reyna að finna, var reyndar ekki komið með það, finna erindi sem kom inn, eins og mér minnir að þá hafi líka verið beiðni að einhvern veginn loka yfir stigann, þannig að væri innan gengt bara á sokkaleistunum í gegn, ekki bara gera við held ég við þessar tröppur, en en sko, mér finnst þetta, nefndin gat ekkert annað en svara þessu svona. Og rétt er það held ég sem kemur fram hjá Björgu Björnsdóttur, það er búið að vera að nota þessa stofu í einhver tíma, en mér finnst það samt ekki réttlæta það, að sko þegar kemur inn svona erindi, og við þurfum að afgreiða málin svona, við bara, sko, að það er ekki flóttaleið og þá er náttúrulega ekki boðlegt að vera að nýta þessa stofu. Á sínum tíma var náttúrulega smíðastofan niðri fyrir allmörgum árum síðan og það var farið í að gera smíðastofu uppi vegna þess að húsnæðið þarna niðri var ekki boðlegt í kennslu. Það, sko, mér finnst ábyrgð skólastjórnenda að smíða sér stakk eftir vexti og menn hafa eitthvað ákveðið húsnæði og þá geta menn verið með einhver ákveðna starfsemi. Og það gengur náttúrulega ekki að stjórnendur bara, þú veist, það er ekki endalaust hægt þá að útvíkka án þess að húsnæði sé þá í boði. Við erum, þú veist, núna verðum við bara að hugsa, það eru margar leiðir sem menn geta tekið upp og skoðað
hvernig við geta leyst hlutin. Ég held að mann verða að reyna að leysa á einhvern annan hátt í dag, heldur hún að nýta þetta svæði hérna niðri. Þannig að ég held að menn verði bara að setjast yfir það og skoða ýmsar leiðir. Það margt sem hægt að skoða. Hægt að skoða einhverja samnýtingu á stofum, sérgreinastofum, þannig að maður getur skapað meira rými. Þá á milli Egilsstaðaskóla og Fellaskóla. Þurfum við eitthvað að horfa í það og meðan við erum í húsnæðisvanda að við getum ekki að krakkarnir í hverfinu hafi forgang í skólan en við þurfum kannski eitthvað að takmarka þá fleiri sem við tökum inn í skólan. Eða, nú ég að hugsa upp á, það ýmsar svona leiðir sem við verðum kannski bara að velta upp. Vegna þess að ég held að enginn okkar sem situr við þetta borð myndum vilja upplifa það að það kæmi eitthvað upp og börnin kæmust ekki út. Ég held að enginn okkar myndi vera sátt, við myndum ekki vera sátt við okkur með það að fara í einhverju framkvæmdir að byggja yfir tröppurnar, þannig að þetta verði innagengt. Það nú tveir sem sitja fundir sem eru í nefndinni, geta nú kannski farið yfir nánar framkvæmdina sem átt að fara í þarna. En ég vil ítreka, það ekki boðlegt og þegar brunavarnir benda á og segja að það bara fæst ekki starfsleyfi á þetta. Þá getum við ekkert móast við með það. Reynum bara að skoða aðra leiðir, hvernig á að bregðast við. Auðvitað viljum við ekki fá langa biðlista í tónlistarskólann. En ef það það sem þarf, þú veist, á meðan við erum þá því við hendum ekki upp einhverju húsi 2 og 3, sko. Þannig það eru bara nokkrar leiðir sem við þurfum bara að taka upp og ræða í samstarfi við stjórnendur. Og þetta, stjórnendur þekki þetta best, vita best hvernig verður það mögulega hægt að fara í annarkoð samstarfi eða að skoða aðra þætti. Mér finnst við komast allt of lítið áfram með að ræða samstarf á milli eins og milli grunnskólana. Þú veist, enn frekar. Og í alvörinu búið að skoða, það hægt að nýta sérgreinastofurnar, þannig að sé þá hægt að skapa þá kannski meira rými inn í Fellaskóla. Þannig að ég held að þetta sé bara komið sem ég held að sé komin það sem ég ætla að fara yfir í bili allavega. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn. Við höfum svolítið fókusera á það sem tónlistarskólinn hefur sendt inn og það sendu inn 2 bréf, sem sagt skólastjóri Fellaskóla annars vegar og svo skólastjóri tónlistarskólans í Fellaskóla. Og við höfum eiginlega bara fjallað það sem að gerast í tónlistarskóla, rýmið þarna niðri, sem ekki boðlegt, eins og við getum sagt. En ef við horfum út frá því og horfum ekki á það sem tónlistarskólinn að biðja heldur horfum á það sem skólastjóri Fellaskóla að tala Hún að tala að það skortur á rými. Og það ekki, við erum að tala þegar utanaðkomandi einstaklingar koma, eins og til dæmis frá félagsmáladeildinni og sem að vinna í málum nemenda í skólanum, þau hafa ekki rými til þess að hittast. Og við erum að tala að sérkennslan, hún þarf að fara fram á bókasafninu. Þannig að við erum ekki að tala ef við erum að tala sömu áherslur eins og Egilsstaðaskóli að tala þeir vilja út með tónlistarskólann af því að þeir þurfa meira rými. Ef við tökum tónlistarskólann út úr þessu dæmi og við viljum fá þessi rými sem tónlistarskólinn að nota, hvað þá? Ef þá leggja niður skólann, en það vera að tala mikilvægi þess að krakkarnir geti labbað úr grunnskólanum yfir í tónlistarskólann. Þannig að ef við horfum út frá þessu rými sem
við viljum loka, sem sagt af því að það ekki boðlegt. Við erum bara í húsnæðisskorti, þannig ef í heildina litið þannig í Fellaskóla. Þannig að við þurfum að, ég tek undir það sem Björg var að segja, við þurfum að fá þessa áætlun það, þetta gerlegt að byggja ofan á eða það skortur húsnæði, hvort sem við horfum á tónlistarskólann eða grunnskólann í heild. Takk. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Ég hef óskað eftir að taka til máls, þannig ég bið varaforsta að taka við. Já, næstur á mælendaskrá Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta fundafólk, það liður 5-8 líkt og fyrr og það kannski bara tvennt sem að ég vildi koma inn á þar. Annars vegar að þá held ég að það verði bara að líta svo á að ég og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi séum ósammála það hvar frumkvæðið að lausn á málinu á að liggja. Það alveg morgunljóst í mínum huga það stjórnendur bera ábyrgð á rekstri sinna stofnana og það fylgir þá því að eins og hefur verið komið inn á áðan, að sníða stakk eftir vexti, átta sig á því hvað hægt að bjóða upp á miðað við það húsnæði sem í boði og jafnframt líka að leggja upp við sveitarfélagið tillögur að lausnum bæði til lengri tíma og til skemmri tíma ef mögulegt og síðan verður þá bara að taka afstöðu til þess. Mér finnst afar ósanngjarnt að ætlast til þess að það sé verkefni umhverfis- og framkvæmdasviðs eða umhverfis- og framkvæmdanefndar að velta upp mögulegum kostum til að koma upp trommusetti í Fellabæ. Ég ætla ekki að draga úr því hversu mikilvægt það að finna pláss fyrir það, en það óraunhæft að ætla að það verði unnið þarna inn á sviðinu. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi kom hins vegar inn á það sem ég held að kannski skipti mestu máli í þessu sambandi og gerir það verkum en það kannski eitthvað hægt að brúa bilið milli sjónarmiða mín og Bjargar Björnsdóttir bæjarfulltrúa. Þetta leysist auðvitað ekki nema í samstarfi skólastjórnenda, starfsfólks á skrifstofu sveitarfélagsins og kjörinna fulltrúa. Og ég kalla þá bara eftir því að það nálgist þetta allir með opnum huga, en þetta frumkvæði verður að koma frá þeim sem að bera ábyrgð á rekstri stofnunanna og þekkja best til bæði þarfana og möguleikana. Í því sambandi vil ég líka segja það hefur verið fullyrt í mín eyru að það standist ekki kröfur brunavarna að kenna í hvorugri stofunni niðri. Ef það á misskilningi byggt, ef að það hægt að kenna í stofunni þannig að það standist kröfur brunavarna, þá lít ég svo á að skólastjóri þessara stofnana hafa þetta húsnæði til umráða, en afstæðan sem að hér kynnt byggir á því að þetta sé ekki hægt. Og ef það misskilningur, þá í rauninni fagna ég því, þá það í sjálfu því gott, af því að sko, það eingöngu það sem er verið að hugsa þarna, bara að standast þessar kröfur. Að við séum ekki að tefla með einhverjum hætt og tvær hættur gagnvart öryggiskröfum. En það hefur verið fullyrt í mín eyru og þetta gangi ekki upp. Og jafnvel þó að það megi saka það sem að hér hafa verið lengi það að hafa hort á þetta blindu auga eða ekki vita það sem ætti að vita eða hvað. Að þá það allavega engin ástæða til þess að gera ekki rétta hlutin þegar að fólk áttar sig á því hver staðan er. Við réttlætum ekki mistök í dag með því að það hafi verið gerð mistök í gær. Það verður að gera það rétta. En ég kalla eftir þá bara samstarfi lausnina, en það ekki hægt að vísa þessari ábyrgð yfir eitthvað annað svið, eitthvað annað deild og segja bara þetta á að leysast hinum yfir vegginn. Hitt varðandi starfshópinn og tillöguna viðbyggingu við Fellaskóla og ég tek undir það sem kom fram hér í máli Kristínu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa og það alveg ljóst að það húsnæðisvandi í Fellaskóla. Og svo tillaga sem kynnt var að það yrði skoðað og kostnaðarmeti hvað það myndi kosta að bæta við þetta annarri hæð. Það góð tillaga og þetta ásannarlega að gera. En ég vil ítreka það ekki eins og menn hafi stungið þessari tillögu starfshópsins undir stól og ekki gert neitt. Það voru fleiri þættir í þeirri tillögu. Og það búið að vinna þáttir sem að snýr að tónlistarskólanum og Egilsstöðum.
Þannig að þetta menn hafa ekki verið að horfa í gaupnum sér og gera ekki neitt. Og það er erfitt að gera allt í einu, en það er þakkarvert auðvitað að þessi umræða kom upp og svona íti við og brýni menn í því að klára þá einmitt þessa vinnu og ég tek undir það á að gera. En það verður líka gæta sanngirni það að það er búið að gera helling úr tillögum þessa starfshóps. Þannig að það gleymist ekki. Ég ætla að láta þetta duga. Takk. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Karl Láritsson, varabæjarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir það sem er komið fram bæði hjá bæjarfulltrúa Agnarsdóttur og Stefáni Boga Sveinssyni. Þau hafa farið ágætlega yfir þetta. Og nú hefur verið starfandi bæði í fræðslunefnd hér áður fyrr og svo núna í þessari frægu umhverfis- og framkvæmdanefnd sem er verið að ræða hér þessa afgreiðslu á þessu rými. Mér var ekki kunnugt það að þetta rými væri nýtt í kennslu. Ég var myndur á það, eða sagt frá því á fundi að það kom fram hérna áðan að það hefur líka til þannig að það mætti kenna smíðar í stofu sem uppfyllti þau skilyrði til þessari gerð. Og húsnæðið niðri þá væntanlega nýtt eins og það er líklega verið hannað til í upphafi, það er að segja þetta í geymslu. En þegar skólastendur taka það ákvörðun að fara að nýta þetta í annað, kannski vitandi það og ætti að vita það, að brunafulltrúar, þeir sem fylgjast með brunavörnum, hafi lagt bann við því að þetta yrði notað, þá er það mikill ábyrgðarhluti þegar þeir víkja frá því og fara að nota þetta í kennslu. Það er ábyrgðarhluti. Og okkur var lítið annars stætt af því að hnykkja á því að þetta væri ekki rými sem ætti að nota þetta í kennslu. Stefán Bogi kom inn á það áðan að þetta væri vandi bæði til langstíma og til skamstíma þess að líta til og nefndin gerir það og til skamstíma þá var eitt af því sem nefndin brydduði upp á var að skólastjórnendur beggja vegna Fljóts og starfsmenn bæjarins myndu skoða með samnýtingu eins og Anna kom inn á samnýtingu sérgreinastofum og hvernig megi nýta þá fólksflutningaleiðir sem sveitarfélagið býður upp á milli þessara bæjarkjarna og reyna til skamms tíma að reyna kannski líka til rými í Fellaskóla. Ég hef ekki heyrt neitt annað en úrtöluraddir þegar maður spyr hvernig líður þessum samræðum þarna á milli. Það sé að leysa vandann til skamms tíma. Maður kannski haldið að það verður kannski brýnna að leysa vandann til skamms tíma og þess vegna myndum við kannski farið það að reyna að koma á samtalið þarna á milli. Ég hef ekki séð neinar niðurstöður úr því en alltaf svona frekar neikvæðan tónum þetta sé mögulegt á þess að ég sé nokkuð haldbært hvers vegna það er ekki mögulegt. Og ég kalla eiginlega eftir því að fá þá að sjá það niðurstöður sem gera þetta ómögulegt. Annað var það ekki í bíli. Takk. Karl Láritsson hefur lokið máli sínu. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið borðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Það er sem staðist þennan sama lið, það er húsnæðismálin í Fellaskóla. Það var nú þannig, ég held ég muni það rétt, að upphaflega var smíðastofan í Fellaskóla, hún var uppi og það var sérstakt rými í skólanum sem var alltaf í upphafi ætlað fyrir þessa smíðastofu og hún var þar í upphafi. Síðan gerist það að það þurfti meira rými fyrir hefðbundnar kennslustofur og þess vegna var smíðastofan færð þarna niður í kjallarann. En það má segja það, kannski eins og svo sem hefur komið fram hérna í máli annarra, að það er kannski verið að innrita bara of marga nemendur í skólan miðað við stærð skólans. Og það er náttúrulega það sem að gerðist
örugglega þarna á þessum tíma að þá verið að innrita fleiri nemendur heldur en í rauninni bara rými fyrir. Þess vegna var smíðastofan færð í kjallara. Síðan náttúrulega kom þetta upp að það mátti ekki, þótti ekki sem sagt vera löglegt að vera með smíðastofuna niður og hún var færð aftur upp þar sem hún hafði verið upprunalega. Og síðan gerist það að tónlistarskóla partur þarna trommuslátturinn og það fært þarna niður út af plássleysi. En þannig ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki eiginlega rétt sem að hefur svona komið fram hérna í máli annarra að það sé verið að innrita of marga nemendur í skólan miðað við húsnæðið. Og ég hefði nú haldið að núna til dæmis að nú að ljúka þessu skólaári og nú hefst innritun á nýtt skólaár að þurfa menn ekki aðeins að skoða það hvað menn að taka marga nemendur inn. Það ekki að sníða það bara eftir vexti eins og maður segir, að vera ekki að innrita fleiri nemendur heldur en húsnæði ræður við. Svo var tíðin að ég man eftir því þegar ég var formaður fræðslunefndar sem nú reyndar kannski orðin einhver 6 ár síðan eða eitthvað því líkt að þá sagði við mig þáverandi skólastjóri grunnskólans á Egilsstöðum að hún geti hæglega tekið allan Fellaskóla inn í grunnskólan þar. Það væri nóg rými. En það hefur nú kannski breyst og það virðist náttúrulega vera að gerast líka núna á þessum síðustu árum að það orðið meiri þörf fyrir minni rými heldur en þessar stóru kennslustofur. Og það kannski hlutur sem þarf að fara einmitt að skoða í þessu öllu samhengi, það að húsnæði skólana sé bara öðruvísi innréttað heldur en núna. Það vegna þessara miklu þarfar fyrir smærri rými út af sérkennslunni og sértækum úrræðum. En núna náttúrulega að gerast þarna í Egilsstaðaskóla að þetta milliloft vonandi kemur í sumar þannig að þá tónlistarskólinn að fara þar inn og þar myndast á meira rými fyrir hefðbundna kennslu í grunnskólanum. Þannig ég velti fyrir mér hvort að það þurfi ekki bara fara einhvern veginn að stýra því að Fellaskóli sé ekki að innrita fleiri nemendur heldur en hann hefur rými fyrir. Og svo tek ég líka bara undir það sem hefur áður komið hérna fram hjá öðrum bæjarfulltrúum að það þarf náttúrulega að eiga sér stað þetta samtal það að reyna að sé meira samstarf á milli þessara tveggja stofnana. Það tel ég vera algjörlega nauðsynlegt. En þetta vildi ég bara segja svona og takk fyrir. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hannes. Takk fyrir, fundarstjóri, góðu fundamenn. Mér langar bara að ítreka að ef það hefur verið skilist að minni hálfu þá var ég ekki að ýja því að þessari skýrslu starfsálsins hafi verið stungið til stól og ekkert gert því að ég veit sannarlega að það hefur ýmislegt gerst og þar með við tónlistarskólanum á Egilsstöðum og fleiri atriði. Mín spurning var einfaldlega, er búið að kanna það sem var ýjað að og farið fram á þessari skýrslu varðandi þessa viðbyggingu á Fellaskóla. Ég var alls ekki að meina það að hér hefði ekkert gerst. Þannig að svo spurning stendur eiginlega ennþá, er búið að kanna það og grafa upp þessar teikningar og kanna hvað það gæti kostað nú virði að gera þessa viðbyggingu. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Nú gerist það orðið algengt að með þessu búin að tala tvisvar. Kristína Sigurðardóttir hefur óskað eftir orðinu og ég verð að hafna því þar sem hún hefur talað tvívegis hefur talað tvívegis. En orðið ennþá laust ef einhver á ennþá inni á kvóta. Ef að enginn vill kveða sér hljóðs að þá Björn Ingimarsson bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk.
bara út af þessari umröðu að sko hvar er þessi vinna stödd og hvar er skýrslan stödd. Þá bara rétt að því sé haldið til haga að skýrslunni var vísað til bæjarráðs og þar hefur hún verið í umfjöllun. Þessi liður hefur í rauninni ekki verið tekin sérstaklega út, en það er alveg bara ástæða að setja þetta í farveg. Það er að segja þannig þetta kostnaðarmat á viðbyggingunni við Fellaskóla. Bara svo þið leiðréttið mig ef ég er að fara með rátt mál. En ég held að sé bara rétt að við tökum þetta sko fyrir áfram í bæjarráði og ég er búin að senda núna á og gera tillögu að þetta verði á dagskrá næsta fundar. Þannig að þessu verði haldið áfram. En það má vera segja sko, eins og hefur komið líka fram í ykkar máli, þá hefur verið sem sagt farið í ákveðin hluta sem að kemur þetta fram í þessari skýrslu og það hefur kannski verið eitt aðalpúður í það en það er að gera að láta vinna þetta eins og starfshópur lagði til. Þannig að ég reikna með að bara bæjarráð setja það fyrir. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Eru fleiri sem að vilja kveða sig hljóðs? Ef að svo er ekki, það er nú eitthvað frost á þessu hjá mér. Hann er búinn að biðja orðið. Já, það er, það stendur yfir, nei, bara svo að ég útskýri mína túlkun á því. Það er heimilt að taka til máls til að svara spurningu sem til maður er beint, en ekki ef ekki er spurning, það er ekki eftirfylgni eins og er sumstaðar endar. Ég verð að fara yfir kvótan, hvort að þarna hjálpar nú kannski ekki Bellins. Nei, Anna Alexandersdóttir er búin að tala tvisvar, þannig að held ég. Nei, fyrirgefðu. Hann er bara búin að tala einu sinni, já. Já, fyrirgefðu. Þetta er bara þetta með það að skrifa A og AA. Þetta svona fór þetta. En Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið og gjörðu svo vel. Forseti og góða fundarmenn. Það er kannski bara fyrir nýja sveitarstjórn að taka til athugunar að menn hafa ekki líka hástafi eða hvað maður segir. Nei, þannig að ruglist ekki hvað menn tala oft. En kannski aðeins bara til þess að botna þessa umræðu. Þá þetta verður bara tekið inn í bæjarráði og við förum yfir þetta. En samt þurfa sko við þurfum líka að koma og það eru fulltrúi hér inn í fræðslunefnd og ég get líka komið því áfram til formanns fræðslunefndar. Það þarf líka að ræða þetta þar með skólastjórunum, hvernig menn leysa bara komandi vetur. Það er klárt, þannig að þetta þarf að bara halda áfram í vinnslu. Að sjálfsögðu inni í bæjarráðinu þá, varðandi skýrsluna og varðandi svona framtíðar sýn. En einnig að þetta sé tekið af stjórnendum skólana og fræðslunefnd. Þannig að þetta komist nú bara í farveg og við náum nú að leysa þetta allavega eins vel og þær aðstæður sem við höfum úr að móða. Ekki fleira, takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Nú hafa ekki fleiri hvart sér hljóðs og þá loka ég nú mældaskráni ef að ekki svona dettur inn einhver bara núna. En já, við segjum þá mældaskráni lokað og göngum þá til afgreiðslu einstakra liða. Það er mjög athyglisvert að það er nú náttúrulega alls ekki sá liður sem við höfum talað mest sem er hér til afgreiðslu, en það er rétt að rifja það upp að við erum hér með lið 5-6, það sem er tillaga og hún er þá borin hér upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti ályktar sem svo að það sé óhætt að segja
að hún teljist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt, einhver sem mótmæli því. Svo ekki og þá bókað svo. En það háttar þannig til núna að það eru óvenju margir liðir kannski sem eru afgreiddir staðfestir og ég ætla bara að lesa það upp. Það er 5.2, 5.3, 5.5, 5.10 og 5.11. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið við að fara yfir þessa fundargerð fræðslunefndar í 5. dagskrárlið og þá næst 7. dagskrárliður, það er fundur félagsmálanefndar, 183. fundur og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundamenn. Það er 183. fundur félagsmálanefndar sem haldið var bara núna síðastliðinn mánudag, 18. maí. Og fundargerðin sem liggur fyrir er í 12 liðum, en það eru 5 liðir sem birtast ekki þarna í fundargerðinni sem voru trúnaðarmál og fær í trúnaðarmálabók nefndarinnar. En það er liður 6.2 sem er gjaldskrá heimaþjónustu 2020 og eftirfarandi tillaga er þar lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykki bæjarstjórn tölur hækkun á gjaldskrá félagslegra heimaþjónustu sem er innan marka lífskjarasamningsins. Það er liður 6.10. Réttur til atvinnuleysisbóta og eða fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga á tímum COVID-19. Og það er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar Fljótsdalshéraðs samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi tillögu sambands íslenskra sveitarfélaga. Gildistími breytinga á reglum félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs fjárhagsaðstoð er eins og segir í tillögum sambandsins á meðan í gildi eru ákvæði til bráðabirgða við lög atvinnuleysistryggingar sem heimila sjálfstætt starfandi einstaklingi að sækja atvinnuleysisbætur. Og það er liður 6.11 umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á barnalögum. Bæjarráð vísaði þessu inn til nefndarinnar og eða vísaði þessu inn til félagsmálastjórans og fræðslustjórans. Allavega félagsmálastjórans. Svo var þetta tekið fyrir á fundi nefndarinnar núna síðastliðinn mánudag. Það sem félagsmálastjóri var búinn að taka saman svona jákvæða punkta á þessum í þessu frumvarpi og þá er hér tillaga að bæjarstjórn vísa málinu til bæjarráðs til endanlegrar afgreiðslu. Þannig að það er ágætis umsögn þarna kannski bara benda á að félagsmálanefnd afgreiddi rammaáætlun frá sér, fyrir sitt leyti, menn klárum það á fundinu. Og þetta varðandi 6.10, varðandi réttinn til atvinnuleysisbóta og það kom erindi frá sambandinu sem við fórum svolítið vel yfir þetta og þetta er gott mál, þetta væru ekki margir einstaklingar sem mögulega falla þarna undir en ef þeir eru þarna úti þá er gott að geta gripið þar í. Þannig að menn falla ekki þarna á milli að fá enga stuðning. En það er ekki fleira í þessari fundargerð og hún er hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessum 7. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Það er ógulega leiðilegt, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, minnst ógulega leiðilegt að vera að buga ykkur og vera sífellt malandi en ég bara ræði ekki við mig. Mér langar til að spyrja formann félagsmálanefndar, kannski undir lið 6.10, hvort að henni sé kunnugt það að það hafi svona aukist, hvað ég að segja, fyrirspurnir eða óskir eftir einhvers konar aðstoð frá bænum núna á undanförnum vikum
Og eins langaði mig til þess að svona stinga því að bæjarstjóra eða forseta eða hverjum sem það að þegar við ræddum upphaflega þessi lög, það liður 611 breytingu á barnalögum út af skiptri búsetu barna, þá höfðum við svolítið áhyggjur af því eins og að ég hygg Samband íslenskra sveitarfélaga að það ætti svolítið eftir að kostnaðargreina þessa tillögu fyrir sveitarfélögin og ég held að ég fari rétt með að það sé enn staðan. Þannig ég hefði svona gjarnan vilja kannski stinga því að ykkur að skoða hvort að við ættum að bæta einni setningu við annars ágæta umsögn félagsmálanefndar það að það líki alls ekki fyrir hvað þetta þýði í kostnaði fyrir sveitarfélög ef þau þurfa að fara að vera með skráða til dæmis nemendur í 2 skóla. Skiljiði hvað ég á við. Fleira var það nú ekki. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og góður fundamenn. Já, nú aðeins að reyna að opna og rifja þessu upp. En allavega varðandi fyrirspurn Bjargar Björnsdóttir bæjarfulltrúa varðandi lið 6.10 eða varðandi allavega, sem hvort það hafi aukist núna umsóknir fjárhagsaðstoð, þá ekki svo, ekki enn. Þannig að það var, ég held að verið svona, við ræddum þetta á fundinum, það hafi verið svona óveruleg breyting á því. Þannig að en nefndin var öll bara sammála af því að taka upp þessar tillögur Sambands íslenskra sveitarfélaga og félagsmálastjóri var aðeins búinn að skannast fór svolítið yfir þetta hvað þetta gæti þýtt og þannig að það ætti ekki að stuðla að mikilli aukningu sko. Varðandi umsagnarbeiðnina varðandi umsögnina þá minnir mig að þessar forsendur samvinnar, en þetta náttúrulega byggist á þetta forsendur samvinnu milli foreldra, en þau taki mið af þörfu barnsins, en samt að það miðist bara við einn grunn eða leikskóla, svo að festa sé í uppeldi og umönnun. Þannig að ég held að það ekkert verið að tala um það að börnin fara að ganga í skóla í 2 sveitarfélögum. Þannig að það er alveg, eins og segir þannig er einnig hnekkt á því að forsendur samvinnunar eigi að taka mið af þörfum barnsins og það tekið fram að skólasókn barns miðist við einn grunn eða leikskóla svo festa sig í uppeldi og umönnun. Þannig að það sé á hreinu. En það sem félagsmálastjóri benti á, og það var sem sagt varðandi umönnun og að styðja við samvinnu foreldra með mikið fötluð börn og það náttúrulega snýr að sjúkratryggingum að það þurfi ekki að vera að færa stór og mikil hjálpartæki á milli heimila. Þannig að börn geti fengið 2 sett eða fengið 2 af þessum stóru tækjum sem er erfitt að flytja, þess að flytja minni hjálpartæki á milli og það er kannski eitthvað svona sem við erum að bæta við að þurfi kannski að skoða. Það var ekki tekið á því í frumvarpinu.
Þannig að og það náttúrulega snýr náttúrulega að auknu kostnaði hjá ríkinu gagnvart þessum krökkum reyndar. En við allavega sem við rýndum í gátum ekki séð að þetta ætti að hafa mikil fjárhagsleg áhrif á sveitarfélögin. En held ég sé búin að bara fara yfir þetta. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum 7. lið? Ef að svo ekki á loka í mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Þar fyrst liður 6.2 sem gjaldskrá heimaþjónustu 2020. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti gengur út frá því að hana megi skoða samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt nú. Svo ekki og verður bókað þannig. Og þá næst það liður 6.10, réttur til atvinnuleysisbóta og eða fjárhagsaðstoð sveitarfélaga á tímum COVID-19. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti gengur út frá því að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu nema því sem mótmælt nú. Það ber ekki á mótmælum og því bókað svo. Og þá það að síðustu liður 6.11, umsagnarbeiðni um frumvarp til laga breytingu á barnalögum og tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti lítur svo á að hana megi skoða samþykkta samhljóða án atkvæðagreiðslu eða því ekki mótmælt. Svo ekki og það bókað svo. Við höfum þá lokið afgreiðslu tillagna hér undir þessum 7. lið. Ég vil benda á að undir lið 6.8 og 6.9 bókað afgreiðsla félagsmálanefndar sér staðfest og ef að því ekki andæft mjög kröftulega að þá höfum við lokið yfirferði við 7. dagskrárlið og förum þá til hins 7. Það fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs 89. fundur ráðs. Það ekki maður til máls. Já, forseti, gott fundarfólk. Það 89. fundur ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs. Hver fundargerð liggur hér fyrir og sú fundargerð í 5 liðum og það 2 teknir út. Og það þá liður 7.1 framtíðarskautasvöll og fyrir liggur erindi að betra Fljótsdalshéraði varðandi framtíðarskautasvöll. Ungmennaráð tekur undir erindið og leggur til að sem fyrst verði útbúið framtíðarskautasvöll í samfélagsmiðjuna þar sem hægt að nýta svæðið á sumrin fyrir hjólabrettarampa og annað slíkt. Vísað í mál númer 2016-10093 þar sem lagt til að góð aðstaða verði fundin fyrir reiðhjólafólk og hjólabrettaiðkendur. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málum til umfjöllunar í íþrótta- og tómstundanefnd með óskum tillögugerð varðandi staðsetningu og útfærslu. Og síðan liður 7.2 ungmennaþing og þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu ungmennaráðs samþykkir bæjarstjórn að í ljósi aðstæðna verði ekki haldið ungmennaþing í ár, frekar verði haldið veglegt ungmennaþing árið 2021. Fleiri liður ekki teknir út, þannig að fundargerðin hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum 7. dagskrárlið, fundargerð ungmennaráðs. Hannes Karl Hilmarsson, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, forseti og ágætu fólk. Það 7.1 skautasvellið, bara ég fagna þessari hugmynd og vil nota tækifæri til að hrósa þeim sem stóð á bakvið svellið sem var gert þar í vetur og gaman að sjá þetta svæði lifna við og bara að fólk vildi skemmta sig vel og nota þetta mikið. Ég hins vegar ekki sammála þessari staðsetningu, þetta verði við samfélagsmiðjuna og við þurfum að setjast niður og finna þessu annan stað og það einfaldlega vegna þess að nýta snyrtinguna sem í boði í samfélagsmiðjunni bara ekki, ein snyrting ekki nóg fyrir allt það sem á að gerast í samfélagsmiðjunni og þá að bara byggja upp frekari starfsemi þarna. Þannig að ég bara fagna þessari hugmynd, vel gert en við erum að finna annan stað.
Takk. Og Hannes Karl Hilmarsson hefur þá lokið málu sínu og orðið ennþá laust. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Fyrst að liður 7.1, framtíðar skautasvell. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Og forseti lítur svo á að hann megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu ef því ekki mótmælt nú. Það ber ekki á því, þannig að það verður bókað svo. Og svo það þá liður 7.2 ungmennaþing, tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og forseti telur að hann megi skoða samþykkt og samhljóða án atkvæðagreiðslu. Nema því sem mótmælt, einhver mótmæli? Svo ekki og við göngum þannig frá því. Og við höfum þá lokið við yfirferð á 7. og síðasta dagskrárlið. Við þökkum þeim sem hafa fylgst með fundi í útsendingu. Við munum nú rjúfa útsendingu frá fundinum en honum ekki slitið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundagerð að honum